Ég var að muna hvað ég ætlaði að taka. Nú, varstu með eitthvað undirbúið? Já, nei. Ég ætlaði að taka David Jones, dölunar, sko. Þetta er ekki auglýsing, þetta er bara... Er eitthvað lag? Nei, bara síðasti ásækningur. Ég var að fatta það núna. Já, meina það. Bara leið og við förum í, þá var ég bara, nú man ég hvað ég ætlaði að taka. Já, er það komið? Já, það er náttúrulega 2023 voru... Það var nú byrjað þá, ekki? Jú, þetta byrjaði 2023, þannig að 24... Já, það var heila rekstrárið. Ég veit ekki hvað er að fara að vera bæjátt á þeim sem á þetta, sko. Nei. Þetta er bara... Þetta er í veldisverk. Þú hrifin á þessu það? Já, ég er mjög hrifin. Já, honum, hann er eitthvað Sigrún hérna að skráð fyrir þessu. Býtu, kíkjum bara á þetta. Byrjaðu þú að tala, sorry. Nei, kæru hlustendur, það er síðasti ársreininga þáttu Pingjunar. Þetta er í síðasta sinn sem að þetta stemun hljóma í ykkar eyrum í hlaðvarpi allavega sko, ókomna tíð, ég veit ekki, kannski tekur einhver annar upp á þessu lagi. Já. En þetta er líklegast... síðasti ársreikningurinn okkar í bili. Já. Ég held að sé verið að segja það og við erum með þátt núna på gamli móðin. Já, bara við förum aftur í ræturnar, við ætlum að vera með sitt-hvorn ársreikningin. Ég veit hvað fólk er að hugsa, er ytti að fara að krakka tölurnar, Guð hjálpa okkur öllum. Já. En það er nákvæmlega það sem er að fara að gerast. Það hefur nú ekki gengið neitt sérstaklega vel með gervigrindinni hingað til. Nei, ég leit hann í friði. Það er ekkert heimskara í þessu lífi heldur en gervigrind að... Já, ég reyndi þetta svona... Ég hef reyndi þetta á 2 eða 3 tímabilum svona, já, nú er hún orðið nógu góð til að, þú veist, bara krakka þetta fyrir mig, sko. En það voru alltaf einhverja villur, sko. Já, sko, ef ég fann rétt, sko. Þetta er reyndan einhver bókhaldsstofa líka, Provopis. Þetta getur ekki verið það. Ég ætla ekki að fara með þetta löftið. Herri, góð leiga, það er sko langtíma leiga til fyrirtækja, svona 1-3 ár, þetta eru þetta allt frá snötturum bara og upp í, sem við höfum rætt áður, bara sjefabíla. Snötturum í nötturum? Já, einmitt, takk fyrir það. Einhverju nöttar á þessu? Já, og við höfum verið að einblína sérstaklega á fyrirtæki, vegna þess að... Einyrkjar, minni fyrirtæki, þið viljið fá þetta inn. Já, þetta er... eina vitið og svo er þetta náttúrulega líka sko bara spurningum að, þú veist, leigðu skuldbindingu. Bíll er náttúrulega, þú veist, þetta er bara skuldbinding. Já, ég hef reynt að útskýra fyrir vinum mínum. Rakar í virði og þetta er endalaust viðhald. Þetta er þessi tegundakostnaði sem þú vilt sjá lappi gegnum sjóðstreymið og þú tekur ekki eftir. Já, náttúrulega. Það er svona, margir að spurja mig hvað eru kostir og gallar. Horfðu bara á sjóðstreymið. Þetta lappar þar í gegn. Gleymistreymið, gamla góða. Og Pingjan býður núna. Þetta er að renna út síðast skipti 10.000 króna afslátt af fyrsta mánuði, þannig að ef þú hlustandi góður hefur verið að hugsa út í það að leigja þér bíl, farðin á gólega.is, veldu þér bíl, settu Pingjan í athugasemd og þú farið afslátt. Ekki orð það meir þar kom góðlegu fyrir, ég vil koma inn á Gorilla líka vöruhús. Já, segjum bara takk. Það eru margir búin að vera að hefja nýtt ára krafti, eru með, búin að vera með lager heima hjá sér. Á skrifstofunni outsourcaði þessu bara beint í Gorilla. Já. Lífið aldrei verið einfaldara. Geymdu bílskúrin fyrir heimaform og þau tæki. Já, nákvæmlega. Það er líka gott þegar maður eignast bílskúr. Já. Að geta heyrðu ég þarf aðeins að fór til bílskúr að smíða. Já. Og þá viltu ekki vera með að fullana lager til að sú afsökum gangi upp. Það hendi menn ytti er búin að vera að fara mikið í bílskúr. Ég er að vinna mikið með þetta þessa dagana. Náttúrulega nýkomið bílskúr. Heyrðu, ég þarf aðeins að við þurfum aðeins að klára að smíða þarna upp á stigan, ég er aðeins að gleyma mældi þetta vitlaust og eitthvað og það er bara, og þegar ekki lager griðastaður, þú vilt ekki hafa griðastaðinn fullan af einhverju drasli, sko. Gleymdu því. Þannig að tjekkið á Gorilla og það er afbragðs þjónusta, þetta er í rauninni bara eins og við höfum talað um, þetta er meistaradeilda þjónustustig. Þannig ertu með bara nánast fordæmalausa samdægus afgreiðslu á pöntunum, svona fyrir flesta. Já. Þannig að við þökkum Gorillu sömuleiðis vöruhús fyrir samstarfið og Yngvi, þáttu dagsins, okkar síðasti finale. Já. The finale, segir maður ekki? Jú. Á ég ekki að byrja, er það ekki betra? Já, þetta er ekki síðasti þátturinn okkar verður næsta föstudag til að taka það fram. Það eru föstudagskaffi. Já. Hann verður á sorglegri nótunum. Bara Pingjan að kveðja, það er bara þannig en
það verður við völdin í dag. Við erum með 2 ársreininga. Ég held við ættum að taka hann upp svolítið seint. Bara mökk okkur á rauðvinni og einhverju svona bara... Já, bara seint. Fyrsta og síðast bara, þú veist, við erum alltaf á mótnana til að vera sjarp. Já, þú meinar það, hittast bara á... Já, ég var bara til að vera vel döl, búið með 3 glösa redd. Það var reyndar, já, það er alveg hægt að skoða það. Já. Það er hægt að skoða það, að fá okkur hérna á 8. drykk bara bak við mækin. Ég held við höfum aldrei verið eitthvað... Ekki þannig. Að fá okkur, að taka upp, sko. Ég hef oft laumast, sko, fyrir viðmælendur og fleira. Svona 2-3 stressbjórar. Já, þegar Jón Björns kom, ég var eiginlega alveg bara, ég man alltaf eftir því, sko. Nei, það hefur maður nú ekki gert. Við höfum haldið okkur edrú allan þennan tíma. Já. En viðskiptið, þetta er fúlasta alvara. Já, þetta er það. Þetta er lífsviðurværi fólks sem við erum að snerta á hérna. Ekki setja þetta svona, ég er aftur að fara í einyrkja hérna í dag. Talandi lífsviðurværi, þú ert með eitthvað svona minna fyrirtæki. Ég er bara aftur to the basics. Ég er á hinum endanum. Já. Það er skel. Já. Og Guð hjálpum mér, það var komin tími á skel. House of Skel og þú veist, ég er náttúrulega, við erum með 2024 ársreining bara í húsinu. Glóðvolgur úr prentvélun. Já. Og líklega er ég svona komin í skel á svona, þetta er einhver mesti umbreytingatími í sögu félagsins sem er í gangi núna, sko, sérstaklega á neytendamarkaði, þú veist, með heimkaup og samkaup. Já, allt sullið maður. Þú veist, það er svona smá, ég vil ekki segja óreiða, en þú veist, þetta var gífurlega krefjandi yfirferð. Getum orðað þannig. Ferði eitthvað yfir svona þína uppáhalds samkeppniseftirlits höfnun? Nei, ekki? Nei, en það hefði samt verið efni í þátt, sko. Já. Sko, því að maður náttúrulega fór alveg onni í þvílíka kaninu í þessu. Ég var bara komin hérna, sko, það er náttúrulega til bara ársreiningur, hérna, Baugs og þú getur fundið hann ennþá. Nei, þú ert þar? Já, þú veist, ég verð ekki með neina umfjöllun það, sko. Nei. En þú veist, það var djöfusins efnahagsreikningur maður. Baugur? Já. Svakalegt dæmi maður. Já. Áhugavert nafn, sko. Ég sá Bauga á einu manni daginn og þetta var svo óheillandi að ég hugsaði akkurat, hvernig gat þetta fyrirtæki heiti Baugur? Þú veist, er eitthvað meira óheillandi heldur en svona 50 illa stressaður miðaldra kallmaður með Bauga? Bara legðu þig og farið í sund, slaka á, inn í guðu með þig. Já, okkarlega. Út úr dúr, en sérstætt nafn. Kíkja með þér og Bjössa í guðuna. Já, það er ekki Baugar á Bjössa. Nei, það er nokkuð... En ekki votur að stressa í payday. Heyrðu, hleyptu mér að þessu. Já, byrju, eigum við að, hérna, þú veist, hvor okkar á að byrja? Ég ætla að byrja. Þú ætlar að byrja? Já, ég vil bara koma svo frá. Ok. Ég fór original pingjureglunar. Reyna að velja lágmark 100 milljónir í veltu. Já, við erum þar. Já, ok. Evergreen business, eitthvað sem er búið að vera með okkur tveimur, allan að mér, alla tíð. Já, ég veit ekki hvað þú veist ekki hvað þetta er. Og ég er með 3-4 símanúmer, getur þú hringt úr símanum? Sem er rannsóknarspurning og ef við höfum tíma inn í lokin, þá myndi ég vilja hringja. Ok. Ég er með félagið Elísa Guðrún, EHF. Er það ekki lifandi vísindi? Það er lifandi vísindi. Það er útgáfufélag lifandi vísindi. Ég hef skoðað þetta áður, sko. Vá, segur maður. Já, ég einmitt. Og ég fann 4 Elísu Guðrúnur á já.is. Ok. Sem að ég vil að við hringjum. Allra hringja bara núna á... Kannski í lokin. Á 15. mótni. Já, segja bara, heyrðu, ég er með kröfu frá þér på 1500 kall. Hvaða rugl er þetta? Heyrðu það? Ég meina, mögulega verður hægt að hringja þetta, við skulum Ég segi bara bravo að þú hafðir... Nei, þarna? Náðu þessu. Ég nefnilega hef, þú veist, nú er þetta auðvitað áhugamál, ársreiningar. Já, og ástæðan fyrir við byrjuðum hennan þátt var svona sameiginlegu flötur okkar á ársreiningum, sko, áhuga á þeim. Já. Og þetta hefur alltaf settið í mér, þetta Elísa Guðrún, því að sko engin, sko það er Guðbjartur og Sigurlaug sem eiga þetta. Ja, Guðbjartur á deitt. Finnbjörnsson, já, ok. Leitt. Og Elísa Guðrún EHF er áhvert nafn á fyrirtæki og þetta hefur svona settið í mér, sko, en þetta er flottur, þú veist, flottur ekstur, rúlar, sko. Þetta gæti líka verið efni í nýtt trend. Ég heldur við einhvern veginn að rætta þetta með svona nafnatrend á fyrirtækjum. Það kom á tímabili eitthvað Kvika, Fossa. Við rættum það nú, eitthvað svona náttúrufyrirbæri. Skel er náttúrulega, þú veist, náttúrunni líka. Að næst er að þú stofnar eitthvað business kringum auratal eða gauratal eða eitthvað þannig að þú ert að fara að féfletta eitthvað fólk. Þá heitir það bara Robert Frosti EHF.
Eða Gunnar, nei hérna ekki Gunnar Smári, það búið að skemma á það því nafni. Fjárfestingafélagi Róbert Smári. Já, allir bara hver þessi Róbert Smári? Það bara minna það. Þetta hérna, sko, þetta sko því að þú varst eitthvað búin að segja hérna tímarit á einhverjum tímapunkti sko. Þá hafður hugsað að taka eitthvað tímarit og leiðu tala tímarit þá hugsaðum, þrotabú Já, því að þú veist, ég minna, fréttablaðið og svo fóruð þarna Án reynda dagblað, ekki tímarit Já, en svona, þú veist, svo var það hvað hétt þetta? Það búið að vera endalaust bull á Birtingur, Birtingur ekki endalaust bull, en það er búið að vera Já, þetta svona, þú veist, þetta virðist vera erfiðrækstur, ég meina séð og heyrt laði upp laupana, það var komið held ég undir Birting gott ef ekki Þitt upp á alls, bleikt og blátt Já, bleikt og blátt, það fór í hundana Og hérna, en þú veist, en lifandi vísindi, það stikkar sko og virðist bara svona vera að auka veltu með árunum með að við það sem að ég rétt, sko, við erum að tala um tímaritið Lifandi vísindi sem hægt að nálgast á öllum tannlæknastofum landsins öllum betri, ef þú ert hjá tannlækni sem ekki með Lifandi vísindi þá ertu líklega að fara að fá karíus og baktu sko. En Lifandi vísindi voru ekki að finna á heilsugæslustöðum Nei Það er verið að spara þar greinilega Það er eitthvað svona fylgitímarit bara sem að fara þangað Enda ég eigu hins opinberaða mestu Heilsugæslan þar Heyrðu, kennitalan á sig frá 1997 en fyrstu ársreikningar sem er hægt að nálgast á Keldun er frá 2003 Félagið er að fullu eigu Guðbjarts Finnbjörnssonar sem að er greinilega 1000 þjála smiður því ég fann út að hann er búin að vera ritstjóri frá árinu 2000 en hann er líka tónleikahaldari og hélt Pink Floyd tónleikana 2006 meðal annars þannig að það er svona léttur Bruce Wayne í honum ritstjóri á daginn, tónleikahaldar á kvöldin Já, sko nú verði ég verð að koma inn á þetta einna Ertu ekki með ársreikning 2023? Jú Því að samkvæmt því er Guðbjartur og Sigurlaug sem splitta einna sko Býtt inn á Keldunni? Nei, bara í ársreikningum sjálfu bara Guðbjartur Finnbjörnsson 45%, Sigurlaug Jónsdóttir 45% og svo er Elsa Guðrún EHF sem á 10% í sjálfu sér sko. Já, ég ætlaði að koma inn á það á eftir býttu þú segir fréttir, hvernig anskotan er ég að skýta hérna það er svo sem ekkert nýtt Herri, já, þau eru 45 Herri, þetta er rétt hjá þér, það er Sigurlaug Jónsdóttir Svo við séum ekki að móðga neitt sko Herri, það er bara strax engisbrett á vittan Úff Hverju fleiru ég ætli að hafa klúra hér Herðu, já, þetta er rétt, ég sé hérna ég hef verið að djöflast í tónleikur EHF það er semst þitt félagi sem hann á sem að ég held að Elísa eigi ekki sko tónleikur, já, tónleikur EHF það er nú okkur velta þar já, bara meiri velta heldur en í tímaritinu nokkur ár, ég held 2015-16 hafi verið stærst hvað var hann að taka inn þá, Bíberinn eða? Nei, það hefur nú örgulega verið, þú veist, Sena eða eitthvað svona já, herðu, rúlum yfir þetta, tekjurnar 170 milljónir 2015 Já, á tónleikur En sko tekjurnar á Lifandi vísindi eða Elísu Guðrúnu EHF Hvernig svona, ef ég ætti að spyrja þig lýstu fyrir mér Elísu Guðrúnu, hvernig myndur þú lýsa? Bara spengil og falleg kona, myndi ég halda Blondi eða bránett Ljóshærð Já, ljóshærð, spengileg, er það Busti eða hvað er þetta vísi það? Ég veit ekki, bara hugguleg kona Hugguleg, já, svona einhvern veginn meðalkona stærð og ljóshærð og Já, allavega, þessi spengilega meðalstærð, meðalstóra kona velti 107 milljónum 2023 sem er ekkert eitthvað risa tölur en samt svona 10 sinni meira heldur en ég hefði veðið á sko því að ég held þangað til ég sá þetta blað bara fyrir rælni hérna í heimahúsum daginn að þetta væri ekki lengur í gangi sko. Ég er samanlega, þetta er svona business sem maður hefði skotið á 20-30 einhvern veginn. Já, og þetta er sko upp 8 milljónir frá árun áður til að setja það eins í samhengi þá líka sko ef við horfum 5 ár fram í tíman fyrir COVID, við erum alltaf pre- og post-COVID þá var þetta 85 milljónir og svo hérna byrjar þetta að rjúku upp þannig að það er eitthvað sem gerist þannig að við hérna sitjum heima og viljum fara að lesa sagnfræði tímarit en hérna ég bara átta mig illa á því hvort þetta sé aukning í áskriftum eða hvort þetta sé bara náttúrulega hækkun á verði sem gerir að verkum að tekjurnar aukast Sko mótilin náttúrulega er alltaf þannig þú veist með þessi tímarit, það er eitthvað fáðu 2 frí eitthvað í byrjun og Sko ég ætla ekki að fara yfir það hjá Lifandi vísindi það er nú bara svona frekar þægilegt áskriftamótil þetta kemur út 14-15 sinnum á ári Það er helviti netta hérna geta Ég hef verið í áskrift á síðunni hjá þeim
þau eru með áskrift á síðunni sérstaklega og það ekkert svo langt síðan að ég kefti mér bara áskrift þar sko. Nei, það alls konar afslættir ef þú ert með sko vefaáskrift, áskrift á tímaritinu tímaritið 1490 svo sá ég áskrift af vísindi.is og 1790 á mánuði, þannig að þetta eitthvað svona böndul Ætli netáskriftinnar hafa ekki kikkað inn svona COVID, ég bara átta mig ekki á því sko. En ég með smá svona út frá alþjóðlegu samhengi það hins vegar sko, það sem að gerir mann alveg ringlaðan birtingur og edda útgáfa sem að ég með svona til samanburðar. Birtingur náttúrulega Sagan öll, Nýtt líf, Júlía, Brúðkaupsblaðið, Mannlíf var þar inni, Heilsan, Ferðablaðið, Gólblaðið, Bleikt og blátt, Skakkiturnin, Gól og Ísafold, það held ég svona, það ekki alltaf ennþá í gangi en það þarna undir birting. Já, nei, svo stóð það sem stendur eftir í dag Gestgjafinn, Hús og híbýli og Vikan. En sko, ef þú rennir yfir verðskrána þar eða hjá eddu útgáfu þú eru vel ringlaður sko. Já. Þú veist, þar netáskrift 1890, Gestgjafinn prent pluss netáskrift 3790, Hús og híbýli prent pluss netáskrift 3890, það munar sérst 100 krónum. Það sér verðflokkur? Já, og svo Vikan prent pluss netáskrift 6.990, svo Sumarhúsi og Garðurinn pluss netáskrift 2.290. Sko, viðskipta ráð frá Adda og Eita hérna. Hafið bara eitt verð. Já, þú veist, bara ekki vera að flækja þetta. Já, þú veist, það alltaf að hafa netáskrift og já, sitt kort, eðlilega, en þú veist, fyrir öll þessi blöð bara já, þetta mjög steikt og ég ætla ekki einu svona að fara yfir í að þú fer inn á eddu útgáfi og reynir að átta þig á því þar. Þú veist, edda útgáfi náttúrulega Andri Sönd, Sirpurnar og allt þetta virðist líka bara að lifa ótrúlega góðu lífi, veltir 113 2023. Já, ég hefði haldið að þau væru með talsvert meiri veltu á Andri Sönd og því heldur en lifandi vísindi sko. Kannski þetta fæðast í manni þegar krakkarnir fara í grunnskóla að maður fyrir að sjá okkar, nú þarf ég að fara að kaupa sirpu þannig að ég lesi eitthvað. Ég veit, getur þú nefnt mér eina manneski í kringu því sem bara, það að koma sirpa á mánudaginn sko, ég bara cancelaði öllu, við erum að fara að lesa. Það svona á undanhaldi sko. Já, ég veit ekki. Ok, þannig að tekjur, þetta yfir 100 milljónum, mjög gott. Koks, kostnaðarverð seldra vara, hér erum við að tala 66 milljónir og svona til samanburðar þá hafði ég útgáfufélög Birting og svo eddu og ég held ég fari bara í samanburðartölur á eftir, ég er í original planu. Rekstrarreikningur, efnahagsreikningur, kannski 1 punktur gleymistreymið, svo fer ég í 3. testamentið og ber þetta allt saman. Já, ég sný þessu við nefnilega sko. Ég verður með efnahagsreikningi núna sko. Já, þú byrjað þar. Já, það ekki oft sem það gerist, kærlustendur, en það gerist í dag. Sko, það efni gott. Hjá Elsu, þá var þetta framleiðslu og sölukostnaður upp á 66 milljónir, sem 62% tekjum, Birtingur með þetta aðeins meira niðurnjörvað og mér skilst að í bransanum þá oft talað pappir og prent sér og það 17% kostnaði hjá þeim. Þannig að þú sér þá sko pappir og prent 17% af 100 milljónum kasta kannski 17 milljónir að prenta þetta og það svo dreifingarkostnaður hann 8-10% og hjá Elísu minni þá talaðum annan útgáfukostnað 15% af kostnaði sem 15,7 milljónir svo sjáum við það eru laun upp á 20,8 það ekki sett fram hvað mörg starfskildi ég myndi áætla að þetta séu 2, max 3. Ég sé að það vantar aftan á ársreikningin. Já. Það vantar skýringu 9. Já. Það er þessi frá píkjumunum. Já, ég gef mér 20 milljón krónar laun. Þetta ekki að fara að bera upp. Mögulegstu með einhverja nokkra frílansritara eða já, en yfirleitt eru verktakagreiðslur undir öðrum rekstrarkostnaði sko, þannig að svo annað sem ég velti fyrir mér í þessu. Eru þau að skrifa þetta frá grunni eða þetta bara þýtt frá New York Times eða einhverjum svona sænst. Þetta heldur sænst og kemur ekki óvart ef að þetta sé að mestu þýtt. Já, akkurat. En líka að þú horfir tilbaka sko, þetta gífurlegt safn af upplýsingum sagnfræði og bara miðað við það að vinsælasta hlaðvarp á landinu í dag vera Illuga í ljósi sögunar. Velti maður fyrir sér hvaða potential þau í því að fara bara að vera með stutta þætti hlaðvörp og annað upp úr mikið af sínu spengilega efni tengt sögunni sko. Þetta náttúrulega sko, lifandi vísindi auðvitað sko vísindatímarit fyrst og fremst, en svo eru þau með lifandi saga líka.
Já, þú veist, þetta hérna maðurinn, alheimurinn, tækni, dýr, náttúran, eðlisfræði og lifandi saga. Og ef við förum hérna, sem sagt, sko, Japan lifði af báðar kjarnorkusprengjurnar. Ok, það svona blanda af sagfræði og mannfræði. Ný rannsókn leiðir í ljós 3 augljósa kosti við sjósund. Það hlýtur að vera maðurinn og vísindi. Mao fór í stríð gegn náttúrunni. Þetta náttúrulega bara einhver skáldsaga, sko. Mao gerði það ekki. Ég veit ekki. Nei, en þú veist, fyrir mér þetta, mér finnst allar fréttir sem koma þinn áhugaverðar. Þú veist, mín áhugamál eru tækni og saga. Þú veist, og ég gerist ekki áskrifandi á mörgu, en ég var actually áskrifandi í einhvern tíma af lifandi vísindi vefnum, sko. Saga worldwide bara fastest growing kategóri í eiginlega öllu. Það hlaðvörpin, það hérna inn á Patreon, þar sem þú ert að borga fyrir einhvern svona sagfræði, spekulanta. Það í útgáfu bókum, held ég. Sagfræði bara alltaf kategória sem relevant. Og einhvers staðar sá ég að aukning í háskólanám í sagfræði hefur verið að aukast í þessi 35 ár. Þannig að history is now. History repeats itself. Já. Tími sögunar núna. Já, en bara svo við að Mao fór ekki í stríð, sko. Nei. Fór hann ekki í stríð, eða? Jú, þú veist, það ekki það? Gerði það ekki það? Þú varst að segja nei hérna á hann? Já, hann leiddi náttúrulega uppreisnina sem gerði hérna nútíma Kína því sem það held ég, alveg örgulega. Allt út í Mao hérna á skrifstofunni við ætlum ekki nánar út í það. Sko, það til að minna okkur á hvað hið frjálsa hagkerfi gott að horfa á durtana. Það enda rétt, við erum með hérna Mao-verkin eftir hann Við segjum nei við kommunisma. Heyrðu, áfram með smérið, við erum að tala EBITDA hlutfall upp á tæplega hérna 4,2%. Þetta hagnaðar fyrir fjármagnsliði 4,1 milljón, afskriftir 269.000 sem að þá hérna að mér skilst hérna eitt lítill flottu bíll sem þarna í efnahagsreikning. Ég kannski sleiki hann aðeins á eftir, sleiki á honum. Ertu með einhverja skoðun á þessu? EBITDA hlutfall 4? Nei, ég er smá forvitin bara ef ég fæði að spyrja örstuð. Þú talar framleiðslu og sölukostnað 66. Já. Og þú talar að sé oft aðskilið prent og pappir og prent sé aðskilið. Og dreifingakostnaður. Hvað þá undir framleiðslu og sölukostnaður? Er það bara hjá þeim virðastu taka allt, pappir og prent, dreifingakostnað og annað tilfallandi. Mögulega eitthvað license fee þá til þessa svíja. Ég held að þetta sé sænst. Já, ég velti því fyrir mér hvort þau væri svona ógeðslega öflug í sagfræðinni eða hvort þetta væri að koma utan. En á móti þá eins og ég segi hérna hjá Birtingi, þar eru þeir með pappir og prent niðurgreint. Dreifingakostnaður niðurgreint og annar útgáfukostnaður síðan bara sérliður. Sama svo með hérna eddu útgáfu að þar var skrifstof og stjórnunarkostnaður, annar útgáfukostnaður og svo framleiðslu og sölukostnaður. Þetta bara svona, þetta nokkuð vel aðgreint milli reikninga. Það ekki líka þannig að það vantar skýringuna hjá Elísu Guðrúnu? Jú, þess vegna fór ég ekki dýpra í þetta. Það vantar eftir skýringu 3. Eftir 5 varandi eigið fé. Það sem að væri kannski mestu djúsin í þessum reikning. Talandum eigið fé hérna, þú kemur inn á þetta. Ég kem inn á þetta eftir. Fjármagnsliðir, ekkert skemmtilegt, vaxtatekjur upp á 250.000, vaxtagjöld 570.000, ég bara nenni ekki spá í þessu, skattar ásins 778.000, þannig að þetta hagnaður eftir skatta upp á 3 milljónur ári. Mundu þessa tölu? Já, þetta 3,1 tæp hérna. Já, 3.093.000. Þá eru komin yfir í eignir og það sem að hérna, mér finnst nú best bara að dreipa á þessu stórt yfir, þá þetta bara eignir upp á 43 milljónir og maður svona spyr sig hvernig dreifist þetta. Liggur þetta allt í bleikt og blátt. Hvað er eignir upp á? Hildareignir eru upp á 43 milljónir. Já. Það ekki? Jú, heyrðu. Hvað er í munnlegu prófi þetta? Nei, ég er að skoða þetta hérna áhugaverður efnahagsreikningur. Já, og menn spyrja sig mitt bara hvað er stærsta eign slíks félags? Er það viðskiptakröfurnar eða er það birgðir eða hvað er það? Heyrðu, það kemur í ljós að stærsta eign félagsins er hlutafjáreign í eigin hlutafé upp á 34 milljónir. Og ég verð að viðurkenna að ég hef bara aldrei séð þetta áður. Nei, ég ekki heldur. Að sem sagt stærsta eign félagsins er hlutafjáreignin í þeirra eigin hlutafé. Og bara til að setja þetta í samhengi eða bara finna sögulega skýring á því hvenær þetta kemur inn og annað, að þetta búið að vera svona í bókum félagsins frá árunum 2003. Ha? Já. Og í 34 milljónum?
Já, þetta hefur bara hlutafjáreign í eigin hlutafé. Já. Sko, nú hefur við séð margt á þessum 3 árum í ársreikningum og ég get staðfest það, við höfum ekki séð þessa stærð áður. Þetta er hérna undir áhættufjármunir og langtíma kröfur, hlutafjáreign í eigin hlutafé og þetta er bara slétt 34 milljónir. Já. Þetta ég veit ekki hvað þetta getur verið. Hvað, fljótt að reikna þetta, ekki yfir 80% af eignum félagsins eru sem sagt hlutafjáreign í eigin hlutafé. Sem áhugavert. Aðrar eignir, við erum með málverk upp á 339.000 sem hefur líka staðið eignfært á þessari krónutölu frá upphafi og svo hlutafjáreign í öðrum félögum. Aðeins þetta málverk. Þú ert með líka bifrið hérna. Já, þú veist, var ég ekki búin að nefna byrjunna upp á 1,5 cirka. Já, þú veist, búið að afskrifa vel, stoppverð 9,6 Þetta er líklega bara einhver Þessi svona mertur kaddi. Já, einhver yfirbúr pallbíl með flotta vél, skrifaði hjá mér Svona, mjög veist það líklegast Hvernig vél er í honum? Hún er bara flott Flott vél Gríðarlega góð vél. Já, svo er þetta málverk og hlutafjáreign í öðrum félögum Aðeins þetta málverk Mig grunar að þetta sé fjallið forláta hotn eftir Smára Sigurðsson sem var akríl á striga 140-93 cm selt á uppboði 2003 fann ég. Ok, af hverju? Ég hef ekkert fyrir mér í, ég bara googlaði selt málverk 2003 datt í huga að þetta geti verið það en það er kannski best að bara taka það fram já, það er ekki svona eina sem ég fann selt 2003 varðandi hlutafjáreign þá er þetta svona 2 mix Árið 2007 þá kaupir, eins og þú segir, sagnfræði beljan Elisa Guðrún útgáfurétt tímaritsins Hesta á 15,2 milljónir sem kemur bara inn í sjóstreymi félagsins og þar eftir hækkar sem sagt þessi hlutafjáreign upp í þá tölu sem hún er í dag sem er 3,1.118.000 Svo er það þannig að Guðbjartur sjálfur á félagi Tónleikur EHF og sem er náttúrulega tónleikahaldari og upprunlega hélt ég að Tónleikur EHF væri bara dótturfélag Elísu Guðrúnar en eftir á hyggja út af því að hann á 100% í Tónleikur og ég gleymdi þarna þessari Sigurlaugu að þá á hann það líklega bara 100% í eigu sín sjálfs og það er ekki í eigu Elísu Guðrúnar þannig að þessi stærð eignarhlutur í öðrum félögum hún er óþekkt. Nei, hún kemur til vegna kaupa á útgáfufélaginu Hestum er það? 2007 og hefur bara staðið í stað síðan Svo ef við förum í veltufjármunni þá er lítið að gerast þar Þetta er 1,3 kísukúlur í bankainnistæðu Það sem vakti mína athygli er að viðskiptakröfur er að fara úr 12,2 niður í 2,7 milli ára Svo hér hefur væntanlega verið farið í einhverja kröfustýringu til að minnka þetta hlutfall Já, það hefur verið greitt upp sko Það hefur komið póstu 15. des Ef þú borgar ekki fyrir jól þá drep ég þig Efnahagsreikningurinn ber þess merki Það hefur farið í einhverjar gífulega róttækar aðgerðir á viðskiptakröfum Það er bara, gummi, inkasso We need that fucking cash Kröfustýringin allána virka vel því að þau ná að keyra niður og þar alveg taka inn meira kass inn á handbært fé og ég leiði mér aðeins að kíkja í sjóstreymi hvernig voru að ráðstafa þessum peningum og þetta virðist vera til að greiða niður viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir sem að lækka síðan sem því nemur Eignir eru alveg að lækka úr 52 milljónir niður í 43 Já, og það er netto basically bara þessi eign og handbært fé ekki að hækka sem því nemur heldur verið að ráðstafa peningunum í að vera að greiða niður skammtímaskuldir eða viðskiptaskuldir og mögulega er það einhver skuldu svíjana Já, hvað veit maður? Við komum eftir dag Får þú ekki borga þínu skuldir Þetta er góð fjárstýring Við getum gefið klapp fyrir það Þú vel reikið þannig sko Já, svo er líka spurning með þetta sko tannlæknar Þetta er bara Þetta er örugglega fornaldar hugsun Þegar kemur á mörgu Þú kaupir bara þetta tímarit árið 2000, þú ert ennþá áskrifandi Þú ert búin að hækka öll gjöld bara fixt á ári Eru þeir ekki bara í reikning? Þeir eru ekki komnið með kreditkort Við erum að tala að flesti tannlæknar Það er ekki eins og þetta að bóka heimasíðun í það Það væri áhugavert Þeir eru ekki eins og með heimasíðu sko Herru, ég ætla inn að opna reikninga ríkisins og ég ætla að finna út í viðskipti við Elísu Guðrún Því að það væri áhugavert að vita hversu mikið af fyrirtækjum standundi tekjónum hjá þeim En núna ætla ég að sjá hvort að eitthvað
stofnun frá ríkinu sé í áskrift. Já, þú getur þetta að skoða eitt, þú getur skoða fjölmiðlastyrki. Þau fá fjölmiðlastyrk. Heitir ekki fjölmiðlastyrk? Nei, hvað heitir þetta? Já, úthlutun eða það eftir það? Já, þannig sem að Flokkur fólksins vill Sko, Elsa Guðrún EHF, ég ætla að fara bara árið 2024. Þetta bara svona, nú erum við að gera spontant í beinni, sko. Já. Það aldrei farið okkur neitt sérstaklega vel, en sjáum, já, heyrðu, byttu fyrir þér maður. Þau eru greinilega með einhverja fyrirtæki áskrift eða eitthvað, því að það hlýtur að vera ekki einhvers konar að segja mér að þetta sé eiginlega bara meira og minna allt inn í ríkinu. Meikar ekki sens að þau ert að selja tímarit til einhverja svona stofnana eins og heilsugæslunnar, að rukkir kreditkort. Já, það sé eitthvað svona hærra verð á tímaritinu. Því að þú ert þetta í svona fjölda, svona, hvað kallar maður þetta? Ég skil ekki alveg hvað það fara. Til fjöldadreifingar, skilur. Það eru margir sem munu nota þetta eina tímarit, þetta eins og með vídeóleiðunar í gamla daga, sko. Ég held að þeim hafi verið skylt að borga sko meira fyrir hverja spólu í innkaupum. Þú veist, þau gátu ekkert farið bara út í bónus og keypt spólu og legt hana þannig út, sko. Þau þurfti held ég að kaupa frá, þú veist, einhverjum leyfishafa, sko. Og það var dýrara heldur en í smásölu út í búð. Því að það sem ég er að sjá hérna Láttu þetta allt koma heim og saman, ég er ekki alveg að skila punktinn. Það sem ég er að sjá hérna er 17.710 ef ég fyrir að opna reikningar ríkisins. Það er bara endalaust af fæslum. Já, yfir árið væntanlega það ekki. Ég er ekki klár á því. Það eiginlega meikar ekki sens. Er ekki áskriftin á 2000 og eitthvað? Nei, áskriftin er 1490 og 1790. Já, verð per blað þarna eitthvað á mánuði. Og ég gaf mér að ástekjur af blaðinu væru 17.880 per haus. Kannski, já, ég veit ekki. Kannski meikar þetta ekki sens hjá mér, sko. En þú veist, þetta eru menntaskólar, háskólan á Akureyri, Landsbókasafnið og bara leir aðlar til að vera að kaupa þetta. Já, Borgarholtsskóli og þau eru allavega með 32 færslur árinu 2024. Eins og þú sagði svo skemmtilega eins og einhverju ofvitar á bókasafni sem lesa aldrei nóg. Nei, það sagði ég ekki. Eitt svona tímaritt bara hjálpar? Já, það sagði ég ekki. Ekki? Einhver annar. Heyrðu, kannski þetta vitleysa hjá mér. Já, ég væri til í ritrýnda grein þess að kenningu með vídeóleiðunar. Ég hef aldrei heyrt þetta, ég skilti þetta ekki alveg. Sko, þetta er basically bara svona, þú veist, ef þú ert að kaupa eitthvað til fjöldadreifingar, þá borgaru hærri prís fyrir það. Af hverjum? Hvað segirðu? Hver borgar það í prís? Já, þú veist bara, ég veit ekki, af framleiðslu fyrirtækinu, segjum eitthvað framleiðsla sena eða eitthvað hafi verið að gefa út spólur. Þau seldu í smásölu til, þú veist, bónus að hagkaupa eitthvað. Já, á 2000 skall kannski. Já, en svo vídeóleiðunar, sko, ef þær ætluðu að fá réttin á því að leigja út. Já, ég skilji, þá borguðu þeir 10.000. Já, þú veist, eitthvað þannig. Já. Ég held að það hafi verið fyrirkomulagi í gamla daga. Ég veit það ekki, en það meikar svo sem alveg sens, sko. Nú skilji punktinn, en make sense með þetta tímarit. Já, þú veist, þá er það bara basically að það er til fjöldadreifingar, það er bara á biðstofunni. Það sé dýrara. Það eru 500 manns að fara að skoða það, skilji. Ég skal ekki segja. Eigum einhvern svona betta yfir brain. Þetta er allan engi spyrja. Já, ég veit ekki. Sem sagt, eignir 43 ár, þar af stæðst hlutafjáreign í eigin hlutafé. Við kíkjum á skuldir, það er enga langtíma skuldir í þessu félagi. Leitaður engar skýring á þessu hlutafé, hlutafjáreign í eigin hlutafé? Ég fann bara að þetta er búið að vera svona frá upphafi. Og nei, ég hafði reyndar ekki fyrir því að spurja neitt. Nennir að fara á ChatGPT, bara svona gefa. Nei, hann veit ekki neitt, sko. Nei. Gefa honum smá sens á að redeem himself eftir að svikja okkur. Heyrðu, eins og ég segi, enga langtíma skuldir og þau skulda 21 miljón hann í árslok 2023, þar af langstærsta skuld, viðskiptaskuld sem þá væntanlega við þess að Svía eða prentsmiðurnar. Sem er að prenta út fyrir þau tímaritin góðu og þetta fer úr 24,2 miljónir í 17,9 og þá hleyp ég bara yfir í sjóðströmmið þar sem við sjáum að þessi aukning í fjárstýringu að taka inn viðskiptakröfurnar upp á 9,4 miljónir deildist niður og það að viðskiptaskuldir voru greidda niður 6,2 og aðrar skammtímaskuldir 2,9 Allir það sé einhver yfirdráttur eða opinber gjöld eða ég veit ekki. Þetta er mitt. Herðu, þú ert að gleyma gullgesinni. Já, EIF. Nei, EIF, já. Já, þau eru með EIF upp á 21,8 miljón og óráðstafa EIF stendur í 19,2 miljónum. Já. Fyrir þá í gleymistrymið. Nei, já. Ok, hvað ert þú með? Nei, ég ætla að segja bara, þú veist, það er
Nei, halda áfram, því að þú ætlaðir gleymistreymi. Já, sko, þetta er mjög fínt gleymistreymi. Ég las það yfir og gleymdi ekki strax. Ég mundi eftir fjárstyrningunni og því. Þetta er svona frekar einfalt sjóstreymi. Já, mjög bara hentaði mér fáránlega vel að fara yfir þetta. Mjög byrjandavænt. Já, eiginlega bara, þetta er auðveldur endakall fyrir mig. Veltufé frá rekstri var 3,3 milljónir, enda smá afskriftir af þessu bílhræi sem þú nefndir áðan. Þess fyrir utan, þá er þessari aukninga viðskiptakröfum ráðstæðagreiðinu viðskiptaguldir komið inn á það. Þannig að þar að leiðandi er aðeins minna handbært fé frá rekstri. Þar sé að það minnkar úr 6,3 milljónum í 4,4. Hins vegar, stóra talan, að það er einhvers konar stórmennis arðgreiðslustefna í gangi hér. Því að það er ekkert að flækjast fyrir okkar fólki að það skuli greiða arð sem er hærri en samanlagður hagnaðar ársins. Fast með að muna töluna 3,1 miljón í hagnað. En þau ákveða að greiða sér arð upp á 3,6 og ef ég man rétt þá var eiginlega sama upp á teiningnum í fyrra þar sem að hagnaðar ársins var 6,5 og þau segja að það er ekki nóg, við viljum greiða að greiða 6,1 Já, það var smá buffer. Já, ég menna að þú veist, ég fagna því. Það er greinilega eitthvað upp úr þessu að hafa, einhverja fjármagnstekjur sem er vel. Og bara engin ástæða til að liggja á þessu. Það er bara komið með þetta heim í hús og flytja Pink Floyd og eitthvað fleira. Þetta nýtist í öðru. Nákvæmlega. Heyrðu, ég fer að loka mínu þriðja testamentið. Samanburða tölur, skuldahlutfall, skuldaveltu, lausafjárhlutfall hjá öllum þessum félagsstigum ég nefndi undir einum. Þau eru öll með eiginlega sömu skuldir sem eru bara viðskiptaskuldir. Svo er Edda reynda með einhverja skuldu tengda aðla sem er moggin. Það er einhver... Já, ertu að taka veltufjárhlutfallið? Já, ég tók þetta bara allt. Þetta er, þú veist, það er enga byrðir eiginlega bókfærðar. Þannig að hvað segir það okkur veltu og lausafjárhlutfall? Að þú ert bara að horfa á viðskiptaskuldir og skammtímakröfur eða ekki? Já. Svona svo gott sem. Já, það er laus, Já, þannig að þetta er mjög asset light og á móti er þetta í rauninni mjög skuldalétt líka. Þú veist, það er ekki vaxtabyrrandi þungar skuldir að sliga reksturinn. Áhugavert, það er enga byrðir skráðar hérna. Já, hjá þeim, þannig að þau virðast vera mjög efficient. Er það með gorilla eða? Já, það er áhugavert, hvernig þau standa dreifingu. Að því sögðu, þá var hérna inn í birting, var helvíti há fjármagnsgjöld 2022-2023 þrátt fyrir að væru nánast engar langtíma skuldir. Þannig ég bara svona skimmaði yfir það, áttaði mig ekki alveg á því fljótu bragði. Tekið bara starfsmann, við gefum okkur að þetta séu 2. Er það ekki? Já, ég myndi halda það. 53 milljónir, max 3, það myndi þá taka það niður. Edda útgóa toppar þetta samt með 56 milljónir en það eru einnig 2 starfsmenn. Samanburðu við aðra Cox Plus laun í þessu eru 81%. Já, ég eru bara 2 hjá Eddu. Með öll andresblöðun og sirpunar og þetta. Áhugavert. Birtingur er með 62% og Edda útgáfa er í 84% Cox Plus laun. Eiginlega merkilegasta verst rekna félagið með hæstu launin, það er Edda útgáfa. En það er eins og það er. Þú kannski ringir í einhvern hjá Eddu og segir hei Jóakim Aðlönd, ég var að hætta að reykja hass og byrja að reyna að búa til cash. Já, ég skal skoða það. Heyrðu, tekjur per blað. Eina sem ég komst að er að Birtingur seldi í fyrra eða hitti fyrra 37.000 prentuð blöð. Og ég deildi með veltunni og fekk út að þau voru með að meðaltali 4.797 krónur per blað að meðaltali. Sem er þá í rauninni ögn dýrara heldur en allar þessar strípuð áskriftir sem vorum að renna yfir áðan. Þannig að fólki er að kaupa böndulið. Þannig að eitthvað segir mér að ef við gefum okkar fólki í hvað ætla ég að segja í Elsu Guðrúnu sé kannski með nei, ég get ekki áætlað ef við vitum tekjur per blað gefum okkur bara að sé 1790. Ertu ekki spenntur? Ég er gríðarlega spenntur. Já, ég fór bara að hugsa kannski er þetta eina aðferðafræði, hún er ekki rétt en það þarf ekkert að vera hún sé svo röng heldur. Deildu þessu í tekjurnar? Já, í tekjur per blað að það væri þá 60.000 blöð? Lifandi vísindi blöð. Áhugavert. Já. Er það rökrétt? Ég skil ekki segja. Já, akkur ekki. Veit ekki sko, því ástekjur á blaði. En svo er þetta náttúrulega sölutekjur eru tilkomnar líka af áskriftunum á vefinn.
Já Þannig að þetta er svona, þetta er ekki Þetta er skrítin tala Þetta er svona servéttu estimat, sko Já, ég var sko með aðra aðferðafræði þar sem ég var með verðpör áskrift á mánuði og tók 1490 á lifandi vísindi Þannig að árstekjur eru 17.880 og deildi því með veldu þar sem ég gaf mér að við væri með kannski 6.000 subs Já, það er ein leið til áætla En við munum aldrei vita því það vantar skýringu 8 En þú eru ekki að deila því með 12 Er þetta ekki, getur verið að þetta séu þá 501 áskrifandi Það er ekki nokkuð leið náttúrulega að komast að því með blöð versus áskrifandi Nei, við höfum Við höfum ekkert Við erum á miklu mútuvelli hérna Heyrðu, en já, bara aðeins með hvað gerast út í heimi til að loka þessu Þetta er kallað Evergreen Það er að segja þetta svið fókusir á vísindi, sagnfræði allt sem við nefndum áðan Erlendis þá eru tímarit í vexti og verð á þeim hefur verið að hækka og þetta er að verða meira og meira í luxusvara því að fólk eru að upplifa það sem slow media og þetta kemur, þar að segja þetta kemur 1-4 sinnum í mánuði þetta er fullt af flottum myndum, þetta er vandaður texti svona samanborið við kranablaðamennsku inn á vísi.is 100 fréttir skrifaðar upp úr hlaðvörpum þar sem að þáttastjórnendur senda basically bara hvað fréttin á að vera og mynda sér þannig að þú veist, þetta er að verða meira og meira í luxus versus junk media sem við lifum við í dag Þetta kemur allt í bylgjum og ég held að þú talar slow media sko. Ég held að það sé á einleið aftur Já, þú veist bara eins og Hluthafinn ef þú kannstu það Þorsteinn Halldór Friðriksson by far besti svona viðskiptablaðamaður á landinu því að hann bara, þegar hann situr eitthvað út sem er einu sinni í viku eða færri sinnum þá er það bara það vandað að þú lest allt frá uppað til agna versus þeir eru ofta að sjá bara eitthvað upp úr skrifur erlendu fréttum eða bara svona venjulegu pingitháttur í okkur bara eitthvað að bladra 50 póstar á dag Já, akkurat Svo er talað að þetta mixed media tímaritin eru söluvaran en Vox Media sem keypti meðal annars New York Times hefur svo verið að vinna með því að dreifa efni úr tímaritunum á samfélagsmiðla og inn í New York Times en strategían er að selja áskriftir að tímaritunum sjálfum Þannig að þetta er áhugaður bransi Erum við að sjá eitthvað merger þarna? Þetta verið standa undir sér ég meina, þú veist, þetta er ágætlega rekið batteri það vantar ekki og svona ef ég skoða ásending aftur í tíman þá hefur þetta verið bara í stabilum svona, hvað er þetta sem meðal svona í kringum 6 milljónir á ári hreinan hagnað sko Já, þetta reykur sér fínt að því sögðu, þá var ég nú ekki að taka inn að öll þessi félög eru að fá fjölmiðlastyrki vissulega, og byrtingu með 20 milljónir Edda með 15 Edda er náttúrulega bara með neikvæða ebitu sko þannig að því er ekkit að En þú sér hvergi hvað Elisa Guðrún fékk eða? Jú, ef ég skrifa hérna Elisa Guðrún fjölmiðlastyrkir þá var 5,9 milljónir Já, þó ekki það er svona rétt duga fyrir hagnaði Já, þú veist, þannig að það er bara hvað að greiða hvað með að henda bara fjölmiðlastyrkinum Er það ekki bara fín summa? Þetta var nú litlu minna þarna í ár en skemmtilegt félag Já Ég bara þakka fyrir þetta Þetta var skemmtilegt, gaman að fá yttan aftur í ársreyningin Crack the numbers og þetta var í búði Teija eða ekki þínum fjöllun hérna í dag Mitt fólk í Teija var skrámið daginn tók enga stund var komin í loftið á mánudaginn Já, það tekur svona skaman tíma Já, þetta er bara einfalt og gott Það er líka eitt fárálega nett við eða þau í Teija að þegar þú ert að skráði þá spyrja þig hvort vilt að við höfum samband í tölvupósti eða síma Já Og þetta er eitt sem að fjarskiptafélögin verða að fara að temja sér Hættið að fokkin ringja Þetta er endar geðveiku punktur hjá þér Sko, maður er með 100 símtöl og númerið sem maður þekkir ekki og ringir á endan tilbaka bara hvaða skemartist ert þú? Já, ég er að ringja frá símanum við þurfum að komast inn með eina mílutengingu Er lægi að koma inn á 50 Svo bara sendu bara tölvupost Þetta er góða punktur eða sína hvað þetta er allt einn, sendið bara tölvupost Teija, þetta er kurteist fólk þarna og spyr leyfis fyrirfram Ég vil minna fólk á að þetta er ekki bara pósarnir góðu, þetta er kassakerfi og svo er þetta líka bara veflaust sko fyrir netverslun og annað þannig að kíkja á teija.is við Pingjumenn mælum fastlega með því
Herðu og ef þið nenni ekki að fá símtal við erum bara tölvupóstur Herðu, Eddi ég ætla að fá mig kaffi áður en ég byrja á minni umfjöldun ég ætla að gera smá pásu og kem aftur eftir smá, það er skél handa við hodni Herðu, þá er ég mættur aftur með kaffið helviti gott, heyriði kæru hlustendur í dag frá Adanum, þá er það skél House of Skél og einhver myndi segja djöfusís tími til komin helst pálsbólga í mér Já, pálsbólga, er það eitthvað nýtt? Það er þegar pálbróður minn smita með hálsbólgu með honum í bústað, ég veit að þetta kemur frá honum Ég var hress Herri, sko, það er náttúrulega mikilvægt að fólk átti sig á því að Skél er fjárfestingafélag og í raun eignarhaldsfélag sem að á svona, eða svona, þú veist, þetta er eignarhaldsfélag sem er svona höfuðið á veldinu eignarhaldsfélag Já, vel bara einfaldast að segja fjárfestingafélag Sumir myndi segja það Já, það er ekki allir sammála Nei, þannig að hérna, sko, rekstrarformið er svona dálítið ólíkt því sem ég hef verið að taka áður fyrir Erum náttúrulega yfirleitt að taka fyrir einhvern svona, einn tiltekinn rekstur eins og þú varst að taka hérna núna, Elísu Guðrúnu Já En í dag svona, þá erum við að fara kafin í hugarheim auðmanna eins og Jón Ásgeir er Já, hann er eiginlega með sömu argreiðslustefnu og Elísa Guðrún Já bara allur hagnaður ársins skal greiddur út Já, sko núna allavega í ár með að við hérna Já, það er búið að vera smá sem sagt fyrir rekstrarárið 2024 en þetta hefur nú ekkert verið eitthvað hérna brjálaði hingað til sko Nei Svona hóflegar argreiðslur sko Eitt hérna þau eru komið allar kynningar á ensku Já, og erum með á íslensku líka sko Já, ég hef ekki séð þetta áður, það er núna bara komnar 50 Já Nú, herru, fyrirtækið Nú, sko, forsagan Ég ákvaða að vera að eyða ekkert allt of miklum tíma í það Við vitum, sko Skél, fjárfestingafélag Fyrirtækið hét náttúrulega áður Skeljungur og er svona, flestum kunnugt sem olíufélag og var vissulega skilgreint sem slíkt þetta er nýtt nafn var tekið upp í mars 2022 og ég svona þreytist ekki á að minnast á það að fyrsta frétt þetta nafn Skél, fjárfestingafélag kemur sama dag og fyrsti Pingi-þátturinn kemur út Alveg rétt 8. febrúar, það er bara fyrst ég finn ekki það er hvergi minnst á þetta fyrir þann tíma þannig að þetta er einhvers konar örlög sem að hérna þetta er svona, hvað segir maður, kaldhæðni örlagana, við höfum verið hérna gefa Skél hátt undir höfði bara alveg frá byrjun Já, House of Skél House of Skél sko, 2022 hérna það var endalega í mars sem að þessu var breytt svo það var Skeljungi HF breytt í Skél fjárfestingafélag HF og þessi nafnabreiting endurspeglaði nýja stefnu félagsins, það er að segja að leggja aukna áherslu á arðsemi, minkandi vægi jarðefnaeldsneytis og leggja meiri áherslu á að styrkja núverandi rekstrarfélög auk annarra fjárfestinga. Mjög gott. Herru, eignarhaldið. Sko, Johnny Strikes Again, Jón Ásgeir Jóhannsson, hann er auðvitað stjórnarformaður. Hefur einhvern tíma séð hann, eða? Með berum augum? Já, ég sé hann með berum augum. Magna, ég með litla sögu á honum. Ég var á Kastrup daginn, sitt við útganginn og er að horfa á 2 fríðamenn, Egil og Daniel, górulamenn. Svo heyrist allir, nei, Johnny er í horninu. Og ég sný mig við og ég er búin að vera að horfa á útganginn allan tíma. Hvaðan koma? Ég er ekkert staðið upp. Hvernig fór hann fram hjá mér? Hann situr út í horni og er bara að borða, allt í góðu. Ég set mig í stellingar, ég ætla að ná hann þegar hann fer út. Svo bara erum við að klára að borða á hana þá var hann bara farinn. Já, hann bara hvarf. Hann er með sér ingang. Svo ég alveg tala. Hvað fokkin góð? Gæti ekki verið að þú hefði verið bara 8 bjóra dýp eða? Nei, ég var 2 bjóra dýp sko. Þetta var bara venlega þriðjudagur sko. Ég var ekki alveg farinn. Nei, já, þetta er áhugavert. En veistu fleiri auðmenn á landinu sem eru bara með sér ingang? Og hvað hafður hugsaður að segja við hann? Ég ætlaði bara að sjá hann. Já, en það ekki að tala við hann líka? Nei, ég hef ekkert við hann að segja þannig nema bara jú, hvað ingangur er þetta? Nei, en bara, þú veist þetta er svona saga sem að nei, þetta er maður sem var í gaman að hitta ég veit ekki það, það var í gaman að taka lunch með honum já. En hann er stjórnarformaður á Kastrup, ég vil bara komast í eina leyni hann er stjórnarformaður Skél en það er nú þannig
að þetta skráð félag á markaðu þetta og margir hluthafar en þar fer Strengur HF með stærstan eignarhlut ráðandi hlut 51,3% samkvæmt 51,6% samkvæmt nýjasta ég held ég sé bara kvikkfakta þetta til að 51,6% og lækkaði sér tónlistina og Strengur náttúrulega, það eignarhaldsfélag sem að ég hélt alltaf að væri bara í eigu Ingibjargar og Jóns Ásgeirs það eru fleiri snillíka það svo fer maður að kafa þarna ofan í og þá sér maður að Jón Ásgeir í rauninni hvergi skráður hluthafi Nei, er ekki Ingibjörg? Jó, það í rauninni Ingibjörg og Strengur í eigu nokkura, þetta eru náttúrulega mörg eignarhaldsfélag og þetta svona mikil flétta, það eru eignarhaldsfélög sem eignarhaldsfélög sem eiga skel og erfitt að svona það hefði farið mikil tími í það ef ég ætla að vera að gefa upp öll nöfn hérna en meðal annars Sigurður Ásgeir Bollason hann eigandi í Streng með svona sýnst á öllu að Ingibjörg Pálma sem sagt kona Jóns sé stærstur endalegur eigandi í Streng fyrir 38% og það í gegnum eignarhaldsfélagið M25 Holding sem svo í 60% eigu 365 HF sem að endalegt eignarhaldsfélag hennar þar segja hún á 100% hlut í 365 HF þannig að bara þú veist Ingibjörg á 100% í 365 sem á 60% í M25 Holding sem á svo 46,7% í Streng sem á svo 51,6% í Skél ok, skemmtileg flétta og nú eru þau þetta hjón og þó hún sé með skráð svona endanlegan eignarhlut þá svona ger ég fastlega ráð fyrir að þau eigi þetta bara í sameiningu hjónin til að fara við fleiri hluthafa það eru 2 lífeyrissjóðir sýnist mér á meðal stærstu 10 það frjálsi lífeyrissjóðurinn, hann kemur næstur eftir Streng með 8,6% og svo Birta lífeyrissjóður með 7,4% þetta svona óvenju lítið af eignarhlut í eigu lífeyrissjóða Það átt að vera mínu menn í frjálsi áhætta sem að liggja þarna inni. Hvað segirðu? Að ég í frjálsa, ég í þú getur valið sem sagt hvaða séreignarsjóðu þú ferð í. Já. Ég í frjálsa áhættu. Já, einmitt. 16% upp síðan 12 mánuði. Já, nokkulega. Nú sér það. En svo erum við með fjórði stærsti Taconic sem sagt í loka árs 2024 áttu 5,2% en það gerist bara nýlega að þeir seldist út. Já. Og það fylgir nokkuð í sögunni svo sem, þú veist, hver tók við þeim hlut? Nei, það er náttúrulega kannski tíðkast ekki en kemur ekki óvart ef að Strengur hefði bara keypta út, sko. Þú veist, en ég veit ekki, ég skal ekki segja, ég veit ekki hvort að þessar upplýsingar, allavega, ég fekk þær hvergi. Og svo eru fleiri, þú veist, Íslandsbanki meðal 10 stærstu, 1% vörður. Á 0,8% vörðu tryggingar og þessi umfjöllum mín einmitt í boði þeirra. Já, skemmtilegt. Og við erum náttúrulega bara komin að því að fara yfir ásendingin, þannig að ég vil koma bara inn á vörð. Skemmtilegt að þau skulu vera þarna í eignarhaldinu og við höfum verið að tala fyrir innbúsverðmæti í heimilisverndin. Já, pumpað upp. Já, og við erum náttúrulega hvað er innbú, þetta svona gæti verið afstætt en erfitt kannski að meta innbú þannig að ég myndi alltaf taka til það sem að þú áttin á heimilinu plúsa það saman og smyrja jável svona 30% ónaða og tryggja þið fyrir þá upphæð. Já, þetta alltaf vantalið innbúið, það bara þannig þú gleymir alltaf einhverju. Já. Þannig að kíkja á heimilisverndina hjá verði og svo fyrir fyrirtækjaeigendur þá náttúrulega lausafjártryggingin algjört must. Já. Algjörn mest. Sammála því, þú ert með fullt af græjum sem þú átt podcastgræjur og myndavélar og þú átt að fara með þetta beint í lausafjártryggingu. Já, ég hefði reyndar til að gera það. Já, bara svona í alvörinni tala, þetta þú veist, maður hefur lent líka og maður þekkir til fólk sem hefur lent í stuld á svona græjum. Já. Þetta eru við nú með myndavélar hérna. Já. En maður veit aldrei. Já, þú ert með myndavélar, að vakta myndavélar. Já. Þannig að farið inn á vörð.is og kynnið ykkur innbúsverðmæti eða lausafjártryggingu. Svona til að gefa fólki einhverja mynd. Hvað sagður að hafa tryggt þennan dótakassa sem þú áttir hérna? Herðu, við ætlum ekki út í það hér. Nei. Það ert ekki með þetta rugl. Herðu, við þökkum verði tryggingum kærlega fyrir samstarfið. Nú, ársreiningu Skél og eins og ég sagði áðan, við erum með 2024 ársreining glóðvolgan úr prentvélunum.
og eins og ég talaði líka, þú veist, skel, við erum ekkert að fara yfir neitt svona hefðbundi rekstur hérna, þetta fjárfestingafélag, svo ég ætla að byrja á efnahagsreikningnum og það nú ekki á hverjum degi sem ég geri það. Nei, það rétt. Það held ég bara Kaldalón sem að ég hef tekið og sem einmitt í eigu Skeljara hluta, þannig að þetta er skemmtilegt, en ég ætla að byrja á því að þylja bara upp eignirnar hjá þeim. Þannig að við byrjum á efnahagsreikning og það eru eignir og staðan er auðvitað svo að ég mun bara rétt ná að skratsa yfirborðið á þessu öllu saman. Ég get ekki verið að fara onni einstaka eignir og yfir rekstur hvers og eins félags. En þannig mál með vexti að heildareignir Skel voru í lok árs 2024 færðar á tæplega 61 miljard króna. Nánar tiltekið 60 miljardar og 600 milljónir eða svo. Og þessi er nú ekkert skipt upp í einhverja fasta eða veltufjármuni neitt sérstaklega, svo ég tek þetta bara í bland. Þú ert á balansinu? Ég er á balansinu, og sko nú er náttúrulega Jón Ásgeir þekktur fyrir að láta efnahagsreikningin svitna. Það er svona strategía sem að hefur, þú veist, allavega virka vel hingað til því að eignir Skel hafa náttúrulega verið að bólna út bara. Og við erum ekki að tala um einhvern ósempig penna og einhvern fytulung, sko. Það er bara plastaðu maginn og þrekjólinn í gufu. Þetta er þannig sviti, sko. Já, þetta er ég get ekki orðað þetta betur. Nei. En sko, ég rauninni bara frá fólk er oft með þessa minningu af Jón Pál í kuldagalla inn í gufu að svitna. Hefur þið séð þetta? Nei, ég held ekki. Hann er ekki að taka Jón Pál var með vöðva. Það er að taka bara einhvern proper fytulung, vefjan með plasti kviðinn og inn í gufu. Þetta er þannig sviti, sko. Þetta er þannig sviti og þú veist, bara ef við tökum dæmi, heildareignir félagsins 21 eru 33 milljónir, þannig að þetta er búið að tæplega tvöfaldast á þessum 3 árum. Það er 33 milljónir? Já, nei, 33 miljardar, Jesús. Já. Hann er maður sem lætur efnahagsreikningin svitna. Herðu, eins og ég segi, sko, ég ætla að byrja, sko, þetta er ekkert skilgreint fast að veltufjármunir, þetta er allt bara í einni hrúgu og ég ætla bara að byrja á ómerkilegustu eignunum, bara svona til að klára þær af án einhverja frekari útskýringa. Ok, byrjum á lán og kröfur á tengd félög, rúmlega 1,9 milljarðar. Skammtíma kröfur 605 milljónir. Rekstrarfjármunir 17 milljónir. Það ásækki mig 17 miljardar eða 17 milljónir sorry og leigueign 7 milljónir. Er þið búin að koma í einhverju pálsbólgu? Nei, sko ég er búin að vera feikur. Það er búin að taka mig 3 daga með mjög lítilli skilvirkni að fara yfir þennan þátt. Ég er búin að liggja og sko á einum tímapunkti lendi í því að Word klikkar og eyðir út skjalinu. Ertu ekki með autosave eða? Nei, greinilega ekki, en ég fekk eitthvað recovery en ég var samt búin að missa svona 4 tíma örgulega af researchi. God damn. En það er bara svo það er. Við erum að horfa á sig eitthvað balance sheeti, sko. Já, þú ert að skoða þá maður sjá. Þetta er bara skil. Nei, þetta er sama, 60,6 miljardar í total assets. Já. En þessi ríkisskuldabrif og það, hvað er það? Ég á eftir að fara yfir það. Ég er bara að byrja svona allra leiðilegast. Já, ok, skilji. Þú veist, en núna eru það eignir sem eitthvað svona vit er í, skilur. Bara svona eitthvað sem að breytist með sveiflum, sko. Já. Og ok, byrjum kannski bara á handbæri fé. Það þekkjum við vel, 3,6 miljardar, góð pingja, þetta er 6% í kass af eignum. Já. Það er bara góð regla, reiðufjárhlutfallið er yfir 1, þannig að þetta dekkar skammtíma skuldir félagsins og ekki amalegt það. Þekkjur það, er það þá inn á bók í Skel, eða er þetta samantekin? Ég held að þetta sé á einhver skona vaxtareikningum eða Í öllum félónum, er þetta samantekið? Já, nei, þetta er Skel. Já, ok. Þetta er bara Skel sem slíkt og þú veist, þetta er það er bara einhverju 4 starfsmenn. Þetta eru 6,8 stöðugildi. Já. En við skulum, þú veist, þetta eru auðvitað á veltureikningum, þetta eru vaxtareikningum og jafnvel einhverjum svona lausafjársjóðum. Ég þekki ekki skiptinguna á reiðufjárdreifingunum hjá þeim. Það er nú smá söknuður á okkar konu að nynni. Guðrún Nílsen? Já, það er ekki spurning. Já. En maður kemur í mann staðu þetta og þetta er gríðarlega vel mannað. Það vantar ekki, en við sendum eitthvað kílaskot á hana. Mikill missir af Guðrún Nílsen. Já, maður sér það.
En, herðu, næsta hérna undir merkilugu flokkunum, eitthvað sem við vitir í, eða svona, það ríkisskuldabréf tæpur 1,1 milljarður, dálítið boring samt, þú veist, en Hvaða leiðilegi maður tók þessi ákvörðun? Það er gott að vera, ég meina þetta ríkisskuldabréfun náttúrulega áhættu minnstu eignirnar. Nei, það er maður eitthvað skil, eigum við að kaupa ríkisskuldabréf? Það þarf að hafa eitthvað í því. Boring. Herðu, næsti flokkur, skráð verðbréf. Já, þetta er að tala saman. Tæpur 9,6 milljarðar af markaðsvirði. Að markaðsvirði bara, því að við erum með Kaldalón. 15,28% eignarhlutur skel í Kaldalón, metin á 4,6 milljarða í lok árs 2024. Voru náttúrulega að byrja að míga svona utan í Kaldalón bara áður en að skel kemur til sögunar með streng og fleiri eignarhaldsfélög sem eru núna hluthafar í skel sko. En skel er stærsti hluthafi í Kaldalón, 15,28%. Herðu, annað félag Skagi, 8,23%, þessi hlutur er metin á 3,4 milljarða í lok árs. Byrjuðu svona að byggja upp stöðu í Vís þarna, hvort það hefur verið 22 eða svo, 21, ég manna ekki alveg. Og fengu svo hlut í sameinuðu félagi þegar hérna Skagi var til. Svo er hérna ástæðan fyrir því að segja kannski 9,6 milljarða á markaðsvirði er ekki alveg rétt því að þau eru hérna með Nei, ok, þetta eru önnur skráð verðbréf. Jú, sorry, það er 1574 milljónir. Þannig að hérna, þau eru eiga í einhverjum félögum á markaði greinilega sem eru ekki skilgreind sérstaklega. Það er svo sem ekkert óalgengt að fjárfestingafélag seti í útboði einhverja 100 milljóna í eitthvað, ná væntanlega ekki 5%. Já, eitthvað svona dífa tánum bara. Já, ná ekki 5% markinu, þannig að þau eru ekki tilkynningaskild í sjálfu sér, sko. Ég held að það sé 5% viðmiði, sko. En allavega skráð verðbréf tæpir 9,6 milljarðar. All right, herðu, færum okkur yfir í smá djús. Það eru fjárfestingafasteignir, rúmir 10,9 milljarðar. Og þau eiga íbúða húsnæði upp á 10,3 milljarða af þessum 10,9. Og þetta eru 105 íbúðir í Stefnisvogi. Og þau segja hérna, því að þau byrja 2003, kaupa held í 50 eignir og bæta við sér svo 55 á árunni 2024. Og þau segja hérna að kaupa á íbúðunum var liður í því að þroska efnahagsreikning félagsins, þannig að þróunareignir urðu að fullbúnum fasteignum með þekkt markaðsverð og mögulegt er að umbreyta í lausafé á það bil 12 mánuðum. Nokkuð gott. Þessar eignir hafa mestu verið í útleigu til Grindvíkinga. Já. Fallegt að þeim og þau víst aðlöguðu þetta þannig að það væri svona styttri uppsagna tími og alls konar svona fríðindi í þessu sko. Þannig að þau hafa unnið gott verk þar. Já. Ekki spurning, herðu, restin af þessum fjárfestingafasteignum eru svo atvinnuhúsnæði upp á 635 milljónir og þannig að þau eru svona að dýfa tánum í hérna fasteignuna líka. Þetta er gott að dreifa eignasafninu, hafa eitthvað í fasteignum. Þannig að við pingjumenn, við fögnum því. Já. Þannig að fjárfestingafasteignir eru samtals rúmir 10,9 milljarðar. Herðu, svo er það aðaldjúsin á efnahagsreikningnum og það eru aðrar fjáreignir, skilgreindar sem aðrar fjáreignir og þetta eru 32,8 milljarðar. Þeirra langstæsti flokkur, enda ansi margt sem fellur hérna undir. Og bara til að byrja einhvers staðar, þá vil ég svona koma aðeins inn á strúktúrin hjá þeim. Þau eru að skipta þessu upp í þrennt. Það er fyrirtækjamarkaður. Það eru 2 félög þar undir. Það eru Styrkás og Gallon. Já, já. Svona innviða, já, kannski ekki alveg innviða play en ok. Sorry. Já, að einhverju leyti. Og svo eru þau með neytendamarkað. Það er í raun bara, sko, samkvæmt fjárfestakynningu er það bara Orkan sem situr þar eftir. Samkvæmt ársreikningi heyrir lyfjaval beint undir skel núna. Nú? Og það virðist vera svona smá struktúrflækja í gangi akkurat á þessum tímapunkti svona allavega út frá mér sem leikmanni sko, áhugamanni. Þú veist, og þetta hefur væntilega með sameiningu heimkaupa og hérna samkaupa að gera. Já. En allavega ekki beint sameiningu, heimkaup fóðin í... Já, þú veist, já. En hérna, svo er síðasti flokkurinn svona í þessum struktúr, það eru erlendar eignir og það er Stork EHF. Þetta er svona eins og labbin í partí með freka vonda bollu sem engi vill drekka, tekur heimkaup
og helli fínasta kampaðin nón í bolluna og gera hana betri menn hafa lísti eins og það sé það sem í gangi. Það þín orð. En svo, síðasti eignarflokkurinn erlendar eignir og það Stork sem að heldur utanum sko 2 félög sko þetta félag Stork EHF náttúrulega bara eini tilgangur með því að halda utanum erlendar eignir félagsins. Já. Og þau hafa hingað til verið að kortleggja tækifæri í Evrópu og Afríku. Já, sko það annað. Það annað. Ég kem inn á það eftir, sko. Verð ekki með þetta og en sko, allavega þetta félag Stork EHF sem undir skel, það réðst í kaup á Inno, belgískri verslunarkeðju nýverið. Auk svona frekar spennandi samstarfsverkefni við Iceland Foods breska matvörukeðju. Ég kem nánar inn á þetta allt á eftir. Já. Þannig að svona struktúrun hjá þeim eins og staðan núna undir þessum öðrum fjárreignum. Það fyrirtækjamarkaður, það neytendamarkaður og erlendar eignir. Og sko, ég ætla að byrja bara á fyrirtækjamarkaði og nefni þar fyrst fyrirtækið Gallon sem skil á að fullu 100% hlut. Og meginstarfsemi Gallon sem sagt samkvæmt fjárfesta kynningu, það móttaka, geymsla og afhending eldsneytis frá birgðastöðum all land. Þetta fyrirtæki metið á 3,4 milljarða í bókum skel samkvæmt verðmati frá þriðja aðila. Þetta svona mismunandi auðvitað markaðsvirði einhvers staðar á skráðum hlutabrifum og svona, stundum faraðu í virði eigin fjár og þarna það svona alls konar aðferðum beitt til að verðmeta þessi fyrirtæki. Það einhverju mjög óháðir. Já, þetta óháðir aðilar og stundum bara farið eftir síðasta gangvirði ef það eru einhver viðskipti á þessum félögum og svona. Herðu, svo það seinna fyrirtækið á fyrirtækjamarkaði hjá þeim og það Styrkás HF. Og þar fer skel með 63,4% eignarhlut. Og það sá eignarhlutur metin á rétt tæpa 13 milljarða króna út frá virði eiginfjár félagsins. Og þetta félag Styrkás það móðurfélag nokkura fyrirtækja. Númer 1, það Skeljungur, þekkjum það vel. Sér dreifingu, innkaup og heildsölu og eldsneyti, smuru og oljum og fleiru. Svo það Klettur og bara bensinstöða líka. Hvað segirðu? Nei, það Orkan. Það Orkan, sko, já. Svo það Klettur, það undir Styrkás líka. Og þau selja allan fjandan tengt vinnuvélum og atvinnubifröðum og fleira. Bara, þú veist, ég hvet fólk bara til að kynna sér þessi fyrirtæki því að ég mun ekki fara djúpt í einstaka undirfélög, sko. Nei. Herru, svo það Stólpar, Stólpagámar, sko, þau keyptu í rauninni 6 dótturfélög af Máttarstólpum EHF í lok árs 2023. Kaupverð rúmir 3,5 milljarðar króna. Og þetta voru Stólpi Gámar, Stólpi Smiðja, Klettaskjól EHF, Stólpi EHF, Tjónaþjónustan EHF og Alkul EHF. En svo að lokum undir Styrkás erum við komnir með Hringrás. Og það kaupsamningur sem var bara undirritaður í desember síðastliðnum á öllu hlutafé félagsins, kaupverð 6,3 milljarðar. Þannig að skel á Styrkás sem á Hringrás. Þannig að þú veist, skel á 63,4% í Styrkás sem á svo 100% í Hringrás. Þannig að í rauninni það skel sem á óbeint 63,4% þar. Það merkileg kaup í sjálfu sér. Og þar með eru þessi dótturfélög og dótturfélög skel eða dótturfélög Styrkás og dótturfélög skel upptalin. Nú eins og ég segi, Styrkás náttúrulega bara eitt af dótturfélögum, vissulega stærsta og eins og ég sagði hann metið á 13 milljarða í bókum fyrirtækisins sem 21,4% af heildar eignum skel. Herðu, áfram með smjörið. Við erum stödd í öðrum fjáreignum skel og við erum búin að fara yfir fyrirtækjamarkað. Það voru Gallon og Styrkás og nú hendum við okkur yfir í neytendamarkað og þar erum við að sjálfsögðu með orkuna. Og en það maður ræða svona smá flæki þar. Orkan, hún í 100% eigu skel, metin á 10,7 milljarða og við þekkjum auðvitað orkuna vel en kannski þekkjum síður hvað þar undir, ansi mörg merki. Við erum til að byrja með löður. Gullgæsin.
Gullgæsin, já. Það var eitthvað svona, hvað segir maður? Það var eitthvað, undir væntingum gengi í löður á síðasta ári samkvæmt fjárfestakynningu. Ha? Já. Hvað rugl en þetta allan að við þekkjum það líka, það eru bílaþáttastöðar, orkan á 100% í löður. Þau eru komið yfir 5.000 áskriftir, sko. Já. Svo það íslenska vetnisfélagið sem heitir enda Blær Energy, rekur innviði fyrir vetnis knúnar samgöngur á Íslandi. Það á fyrirtæki að heita Blær. Já. Og orkan á 50% í blæ, sem kynhlutlaust. Já, en Jónsbur. Hvað? Jónsbur. Okay. Blær, Jónsbur. Herðu, svo orkan á í Strömlind sem raforku sölufyrirtæki. Orkan á 34% í því. Og svo fjórða og síðasta í rauninni heimkaup. Við þekkjum það vel auðvitað. Orkan á 72% í heimkaupum. Og skel á svo 9% í heimkaupum. Þannig að í rauninni samtals á skelana 81,2% í heimkaupum, beint og óbeint. En núna eru þetta heimkaup að saminast samkaupum. Já, eins og þú sagðir, ekki að saminast, heldur að falla þannig inn í, Já, það bara verið að breyta þessu. Og það náðist þetta samkomulag í desember. Það er verið að bjarga bollun í partíinu. Já, en það eru þetta á borði ske. Já, good luck. Samkeppniseftirlitið væntanlega með það, ég veit ekki betur, en að það sé þarna hangja upp á borðum í Borgartúni. Er það edrú frændin í partíinu sem eyðileggur allt? Já, sjálfur sér er það bara frábær myndlíking, sko. Þú 50 raumingi sem gónir á smástelpunnar og gólan einhver átturlög. Okay. Sko, máli Nei. Ég ætla aðeins að útskýra þetta, því að í sjálfur sér heimkaup svona einhver leiti heyri sögun til. Ég sé inn í fjárfestakynningunni hjá Skel að orkan, það kemur fram orkan að færa út kvíarnar. Og nú sé það orkan 2.0 sem haldi utan eignarhlut í orkunni, löðri og lyfjavali. Lyfjaval notabene heyrði áður undir heimkaup en núna komið undir orkuna vegna sameiningar heimkaupa og samkaupa. En til að flækja þetta aðeins þá orkan á ekki alveg allar orkustöðvarnar skils mér því að það eru einhverjar 3 orkustöðvar í eigu heimkaupa. Eða allavega svona 3 þægindaverslanir sem að mun nú renna inn í samkaup. En svo komst ég að því að það sem áður hét Heimkaup EHF heiti nú Atlaga EHF og undir því félagi finnum við vörumerki eins og Heimkaup, Prís, 1011, Extra og svo hlutdeildarfyrirtæki þarna inni sem Sparrow. Já, það meiri vélinn maður. En svo var á árinu að finna Brauð og Kó undir þessu gamla félagi Heimkaup EHF en það var selt út, skils mér í fyrra, yfir í Skel. Þannig að það fer ekki með yfir til samkaupa. En þetta einhver vasabiljard þannig að já, það er búið að vera hellingstilfærslur, en það þá held ég þetta fyrirtæki Atlaga EHF sem mun verða nýr hluthafi í samkaupum, skilurðu? Já. Í sameinuðu félagi, þannig að tökum þetta rugl allt saman, nýtt fyrirkomulag. Orkan 2.0 á löður, lyfjaval og orkuna og alla samstæðu orkunar, það er að segja. Sem á 34% í Strömlind, 50% í Blær Energy og svo eins og staðan var í loka árs líka Heimkaup eða Atlaga EHF. Þetta er svolítið skemmtilegt nafn. Sem með Heimkaup, Prís, 1011, Extra og fleira. Veistu hvað Atlaga þýðir? Já, bara svona gera atlugu að markaðnum. Já. Það ekki það? Jú, það er bara akkurat. Þetta í rauninni. Þetta með fréttum þetta? Nei, bara ég fór að spá í samheitinu við þetta, þetta er áhlaup árás. Já. Og kannski sem átt að verða. Já, en er ekki, þetta er bara samrunni, komið inn undir samkaup. En þannig að það sem að fara út í rauninni Heimkaup, Prís, 1011, Extra og fleira og ég hvíslaði lítill fugl að mér að nafni Heimkaup verður bara sennilega lagt niður og það mjög fljótlega. Já. Ég sel það ekki dýrar en ég keypti það. Það er eitthvað blindu fugl sem flög á rúðu eða hvað? Nei. Það var gestur hjá okkur. Já, það er enda rétt, það er búið sigur. En þetta eru svona bara getgátur, ég veit ekki en eins og ég segi, þessi vörumerki munu öll verða hluti af samstæðu samkaupa við sameininguna og eftir samrunan verður hlutur Heimkaupa eða Atlaga EHF andvirði 930
4 milljóna. Þannig að Orkan mun að öllum líkindum halda utanum þann eignan hlut áfram, myndi ég halda. Já. Þannig að Orkan 2.0, Löður, Orkan, Livjaval. All right. Já, áhugavert. Nota með þessu. En þú veist, á sama tíma, ef ég fylgi ekki fjárfestakynningunni, heldur ársreikningnum sjálfum, þá Livjaval skráð sem beint dótturfélag Skel. Það er að segja 81,2% hlutur í Livjavali. Bara skráður beint undir í efnahagsreikningi Skel. Náttúrulega var ekki á uppgjörsfundunum, en svona út frá þessari glæru á fjárfestakynningunum, þá líður mér eins og það sé verið að fara að mynda eina risa orkusamstæðu sem Livjaval mun tilheyra, en hefur ekki ennþá verið formulega klárað. Þannig eins og staðan í dag þetta eiginlega bara 2 fyrirtæki þarna undir neytendamarkaði, það samstæða Orkunar með öllum þessum undirmerkjum sem ég nefndi áðan og svo Livjaval. En það mun alveg örugglega renna þarna inn undir Orkuna á næstu mánuðum, svona með fjárfestakynningu. Djúvill verður spennandi að sjá ásetning hjá Löður. Já. Því að áskriftin, veistu hvað hún kostar? Nei, þetta áskrifti það. Það allur andskotin inn í þessu. Það 4.490, nei, á mánuði. Svo getur þú tekið felgusýru ef þú vilt. Það endur ekki neitt. Nei, það nefnilega það sem ég að velta fyrir mig núna og til að segja að underperforma. Þetta eru bara 22 milljónir á mánuði sem samt áskriftatekjur. Það alveg solid. Það samt bara 270 milljónir cirka á ári meðan við að Löður velti 700 árið 2023 og það var engin beinn keppinutur með svona þjónustu. Nei. Ætli þetta hafi verið eitthvað cannibalization að þú varst að taka þá sem voru kannski að koma 3-4 sinnum og borga þá kannski í kringum 8-9 skall á mánuði og bara rétta þeim áskrift á 4 skall. Já, mögulega, ég skal ekki segja sko. En það stendur hérna. Svo ertu með vitfinninga eins og mig sem fara þarna bara til þess að börnin upplifa að fara í Disneyland hérna í Kópavogi sko. Það er náttúrulega all sportið um að krakki að fara í gegnum bílaþvottastöð sko. Já, býtu með þannig til að þinn komin aldur sko. En það kemur hérna í fjárfestakynningunni fram. Ef þú ert ekki búin að skýra hann, þá væri Löður bara ekkert slæmt nafn. Nei, ég skal skoða það. Ég ber það undir frúna, hún verður örugglega hrifin af því. Já. En sko það kemur þetta fram í fjárfestakynningu. Gengi Löðurs hefur verið undir áætlunum félagsins sem verka til lækkunar á gangverði. Þannig að en þau gera ráð fyrir góðum viðsnúningi í rekstri Löðurs árið 2025, þannig að það hefur verið spennandi að fylgjast með því. Já. En svo ég haldi áfram út af því ég var að tala um að sko þetta eru 2 félög í efnahagsreikningnum á neytendamarkaði hjá þeim, það er Orkan og svo Livjaval og Livjaval, þessi 81,2% hluti sem að Skel á, beint og óbeint, metin á 1927 milljónir. Þannig að ok, til sömringar, við erum komið með Styrkás, við erum komið með Gallon, við erum komið með Orkuna samstæðu og svo Livjaval. Og þessi 4 fyrirtæki og dótturfyrirtæki þeirra svona virðast mynda svona innlendan fyrirtækja og neytendamarkað hjá þeim. En svo erum við nefnilega með erlenda markað líka. Það sem Skel fór að reiða sig til rúms á árinu 2024 og það í rauninni sko þetta var svona sérstök mörkun hjá Skel. Mörkuðu sér stefnu á fyrri hluta árs 2024 að erlendar eignir félagsins gætu aukist úr 3% upp í 30%. Og þá kynna þeir til leiks félagið Stork EHF sem heldur utan erlendar fjárfestingar sem ég nefndi á hann og það metið á 1126 milljónir sem nú samt einhvers konar varúðarverðmat en fyrir betur í það eftir. Eitt hérna, bara til að koma það áskriftin 6.900 sem 34,5 á mánuði. Já. Samt bara 414 milljónir. Já, meðist það ekki mikið. Ég meðist það í alveg briljant. Þetta eiginlega bara frí auglýsing sem í gangi hérna núna. Sko. Já. Bara skráði í Löður, sko. En þú veist, það er svona skil ég ekki hvernig það getur gengið illa. Þeir hljóta hafa verið að taka bara einhverja power users og subsidize. Þetta einhvers konar, það er hérna proof of concept í gangi. Já. En allavega, þau kynna hérna til leiks félagi Stork EHF. Og undir Stork EHF eru 2 félög tilgreind og þar er stærri bitinn belgíska verslunarkeðjan Inno sem þau keyptu nýlega helmingslut í á móti Accent of Scandinavia og þetta fyrirtæki Accent of Scandinavia rekur stóra sænska verslunarkeðju þess að Skel og Accent of Scandinavia renna þarna í eina sæng og stofna saman félagið Innovative Retail með 50% hlut hvor sem heldur svo utan rekstur Inno en Inno eru með 16 verslunarmiðstöðvar 130.000 fermetra allt í Belgíu sko og haltu þér 42 milljarðar í tekjur á síðasta rekstrarári, takk fyrir
þetta er risa dæmi. Já. Ég segi bara Johnny strikes again, sko. Nú er hann komið blóð á tennurnar, sko. Reynslun ríkari. Já. Það verður hrikalega spennandi að fylgjast með þessu. Ég held að seinni hálfleikurinn sé bara rétt að byrja. Við hefum náttúrulega verið í, þú veist, þetta er náttúrulega svipar auðvitað til Magazine du Nord og þú veist, þetta er svona verslunarkeðja. Já, Department Store. Já, Department Store, sko. Ef þú fengir að spyrja hann einhver spurninga bara og rekst á hann, hvað myndir þú spyrja? Þetta? Já. Ég myndi eiginlega bara pæla, þú veist, af hverju þetta fyrirtæki? Frekar en, þú veist, eitthvað annað, sko. Já, með þetta. Því að þau náttúrulega að skoða, þau eru að kortleggja Evrópumarkað og þú veist, hann náttúrulega hefur ákveðna reynslu í svona Department Store, sko. Já, en ég myndi spyrja hann... Hvernig kemur þetta upp? Bara inn og í Belgíu? Já. Þetta er áhugavert. En þú veist, maður er svo sem er nægar spurningar hann að mannum, sko. Já, ég myndi spyrja hvernig tekur þú steikina þína? Það sé ekki medium rare eins og... Ég held að sé rare. Það... Blöð, jável. Þú varst að tala blóð på tannin. Þetta er örgulega bara... Já, ég meina það. Þetta er víga tennur sem sökka sér í gegnum hverja steik, sko. En allavega spennandi ævintýra hefjast þarna með Inno og náttúrulega bara nýbúið að gerast. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með því. Svo er það hitt félagi eigu Stork og það er Ice JVF EHF. Það er þetta félag sem þau eiga 60% í á móti 40% hlut Iceland Foods, hinni bresku matvörukeðju sem við þekkjum vel. En þetta sameiginlega félag mun sem sagt sjá að dreifa vinsælum frosnum vörum Iceland Foods á Norðurlandamarkað. Og þetta er í sjálfu sér bara glænýtt félag og alveg hrikalega spennandi að þú spyrir mig. En sko, þetta félag hefur ekki enn fengið verðmiða í bókum skel samkvæmt fjárfestakynningu, einfaldlega bara vegna þess að reksturinn er ekki hafinn. En ég gerir fastlega ráð fyrir að þetta veri komið í fullt sving núna á árunni 2025. Þannig að sko, undir þessu Stork EHF félagi eru þessi tvö félag, Innovative og ICJVF. Það er í rauninni bara búið að leggja mat á virði Innovative þarna undir Stork EHF, en það er með þetta verðmat sem ég nefndi áðan 1126 milljónir. Samt sem áður er virði eiginfjár Innovative metið á 4,4 milljarða og því ætti svona virði Stork EHF að vera 2,2 milljarðar, en þeim fannst samkvæmt fjárfestakynningu rétt að lækka verðmatið með sérstakri varúðarfærslu. Svo þar hafið þið það. En herru, þá eru allar eignir upptaldar fyrir utan reyndar önnur óskráð félög upp á 2,8 milljarða tæpa. Og þar undir eru við væntanlega með hlutskil í samkaupum. Það er sá hlutur sem að skil á beint í samkaupum. Það voru einhver 5% fyrir samrunan, sko. Já. Svo eiga þau eftir samrunan, þarna var þetta ekki einhver í kringum 10% eða svo. Svo er væntanlega sko 9% hlutur þeirra í heimkaupum. Varst þú ekki að gleyma hana Afríku? Bittu. Eitthvað fleira af óskráðum félögum, þú veist, ég skal ekki segja. En mér finnst líklegasta skýringin þar vera, sem sagt, því að ég skoðaði, þetta kom ekki fram í nýjustu fjárfestakynningunni, en ég skoðaði þess fjárfestakynningar aftur í tíman og ég tók eftir einni glæru í einni kynningu, þar sem stóð vísis fjárfestingar. Sem er það sem við köllum venture capital. Já, venture investing. Og það vil svo til að þau eru bara á leiðinni í samkeppni við Eld og Amarok og þau eru nefnilega komið námuleyfi hérna í Tansaníu. Já, passa. Í gegnum fyrirtækið, já, Bariti. Já. Og þetta var fjárfesting upp á 318 milljónir króna. Já. Og þú veist, ég sjálfur sér veit ekki mikið um það nema það er Íslendingur, heitir hann ekki Kristinn Már? Jó, hann var í gríðargóðu viðtali við Birki í Drugs After Dark. Já, það? Já. Já, herðu, var þetta þegar hann þetta var þegar hann King Regluvörður hjá Skel. Já, stóð bara já, hann var Árni Gesson, kongur, algjör kongur, spjallæðan úr Ártúninu. Já, þetta er djöfulega vel mannað þarna maður. Árni Gess, Regluvörður, Guðrún Nílsen reynda farin. Það er söknuraðinni. Já, söknuraðinni, fórstuðum að fjármál og rekstrar, en svo voru ný ráðning Andrea Björns, nú þekki ég til hennar. Hún er bara stórgóðu starfskraftur, stórgott sæning myndi ég segja. Já, hann er ekki að svo sagði mig. Ég verð ekki með þetta rugl. Þetta er gríðarlega vel mannað þarna í öllum stöðum. Ég fer nánar inn í það aðeins í rekstrinum hérna á eftir. Þú veist, þetta er löngu umfjöllun en rekstrarreikningur verður styttri. Ertu ekki að gleyma reikinum með það?
Reykfjörð? Jú, auðvitað Reykurinn, sko, þú veist, við þekkjum vel til hans og hans starfa, það er gríðarlega öflugur, sennilega öflugasti forstjóri landsins, en það eru fleiri hérna vísis fjárfestingar, það er Focal Pay, hvað? Með öflugasta forstjóri landsins? Þú veist, bara, auðvitað alhæfi ég ekkert, en það sem maður hefur séð, hérna, þá bara gengur vel, það er bara þannig. Dick Benny Gísla. Já, hendur bara hérna í samreiningu við ISP. Já, við höfum þetta að fara við það. Sjáum hvað leiðileg edru frændin í partín segir við því. Það munur eðalega það partí. Já. En herðu, sko, fleiri vísisfjárfestingar, það er þetta Focal Pay sem er verslunar og greiðslulausn Svíþjóð. Já, það er 235 milljón króna fjárfesting. Það er hvað? Svona pínu út úr karakter, finnst mér, eða við hérna stóru sveiflurnar sem verður tegnar. En þetta er náttúrulega eins og þú segir, þetta er þess að vísis fjárfestingar. Já, þetta er, þú veist, og venture capital, bara skilgreiningin á því að þetta eru mjög riski fjárfestingar og hérna, en þú veist, high risk, high reward, segjum við. Já. Dettur í það í hátteginu og veðjar á rannistyrki og 10x. Ég ætla að klára þessar vísis fjárfestingar. Það er hérna Sen Educate sem er betri aðgangur að ráðningum kennara. Þetta er brest félag, fjárfestingu á 104 milljónir króna. Gangið vel í landi. Svo þekkjum við vel First Water, það er landeldi. Eru þau komið þangað? Já, 225 milljón króna fjárfesting þar. Fuel Active, laust sem skilar hreinna eldsneyti í Bretlandi, 43 milljón króna fjárfesting. Og svo er Geosalmo, einni landeldi, fjárfestingu upp á 150 milljónir. Eru þau líka þar? Þau eru komin hérna í landeldið fyrir, bara 400 milljónir. Og svo veit ég alveg til þess að þau hafa alveg, þú veist, ég þekki alveg til fólk sem að hafa verið að brótsuð, sko, af skel. Þau eru greinilega, þú veist, þau eru að setja eitthvað í venture, sem er mjög gott. Skúpa á okkur, er það hérna þetta... Þessi gaurar á nesinu sem er að selja rusl. Nei, ég vil ekki nálega til það hérna, sko. Hvað var það að selja? Matarafganga? Þannig, herðu, hérna, núna eru eignir upptaldar. Þannig að allt sem ég var að þylja hérna upp núna nýlega var það sem að við myndum tala aðrar fjáreignir upp á 32,8 milljarða. Og það sem ég nefndi á undan pluss það gerir heildaeignasafn upp á 60,6 milljarða. Thank you. Herru, skuldirnar, ég ætla bara rétt að dreipa á þeim, ég er búin að taka alltaf langa tíma í þetta. Það er hérna, heildar skuldir félagsins eru 16,8 milljarðar og ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega í þetta. Það er langtíma skuldir vegna fjárfestingafasteigna, eru upp á 7,2 milljarða. Þannig að þau eru þarna með í rauninni eignir fyrir, þetta er vegna íbúðarhúsnæði, þau eru með eignir fyrir hvað, 10,3 milljarða í íbúðarhúsnæði, skulda 7,2 í því. Þannig að þetta er svona cirka 70% skuldahlutfall þar. Nú, langtíma skuldir eru samtals 13,5 milljarður, skammtíma skuldir rétt 3,4 tæpar, 3,4 milljarðar. Ekkert, þú veist, ég ætla ekki að fara allt og ítalega í þetta. Skuldahlutfall er 27,8% hjá skel, sem er ekki mikið. Þau eru alveg inni í gírun þetta. Ertu ekki sammála á því það? Jú, tífalda. Já, kannski ekki tífalda, en þú veist, það kemur óvart hversu lágt skuldahlutfall félagsins er. En svo er það bara eigið fé til að klára hérna, efnahagsreikningin, það er 43,7 milljarðar og að því er óráðstafað eigið fé 12,5 milljarðar. Og svo er hérna bundin eiginfjárreikningur upp á 26,8 milljarðar. Og ég veit ekki, sko, þú veist, bundin eiginfjárreikningur, það gæti mögulega verið einhvers konar veð. Þau eru náttúrulega komið frétt, þau eru með hluti í Skaga og hérna kaldar hún veðsett að fullu fyrir Gírun? Já, þú veist, það er veðsetning þar að baki og hérna, en ég skal ekki segja, við ætlum bara að loka efnahagsreikningnum, þetta bara lítur stórkostlega vel út, þetta er ótrúlega spennandi dæmi í gangi, það liggur við að ég fari inn á kelduna og inn á kelduna, já, þú veist, inn á bara hvað heitir þetta? Vörslusafnið, bara á kaupi skil. Já. As we speak, þetta lítur vel út, ekki fjárfestingaráðgjöf samt. Herru, ég ætla að fara í rekstrarreikningin og hann verður styttri yfirferð á honum heldur en í efnahagsreikningnum. Enda er það efnahagsreikningnum sem er aðalmálið í þessar umfjöllun. Hann er vel sveittur. En ef við förum yfir tekjurnar, það eru sundurliðanir í 4 flokka og sá langstæsti er gangvirðisbreyting fjáreigna sem eru öll hlutabréf í skráðum eða óskráðum félögum og skuldabréf líka
og það er gangvirði, breyting á gangvirði sem teknað þannig þannig að sko gangvirði þessa eigna voru samtals 43,5 milljarður og gangvirðisbreyting þessar fjárhagna var rúmlega 7,1 milljarður sem þetta jákvæður skráð verðbréf eru þar tæplega 2,2 milljarðar og óskráð verðbréf rúmlega 4,9 milljarðar þessi breyting. Nú næsti liður svo gangvirðisbreyting fjárfestingar fastegna, það voru 389 milljónir svo þessir tveir liðir samtals eru rétt rúmlega 7,5 milljarður og aðtugið að þessar sko tekjur innan gæsalappa eru til frádráttar í sjóðstreymis yfirlitið, þú veist þetta ekki tekjur sem að koma í kassan, heldur breyting á eignum, sem til hækkunar þetta ekki peningur að koma inn í kassan fair value change hækkun á gangvirði fastra eigna myndi ég segja og það eru hérna hins vegar rekstrartekjur hjá þeim erum með rekstrartekjur fjárfestingar eigna upp á 229 milljónir króna sem eru vissulega beina tekjur sem skel hefur af útleigu á fasteignum og síðasti liðurinn undir tekjum svo fjármunatekjur upp á 966 milljónir og þarna undir eru vaxtatekjur, arðstekjur, gengismunur og allt það helsta. Samtals tekjur af fjárfestingarstarfsemi eins og það titlað 8,7 milljarðar. Það hækkun upp á 32% milli ára, ekki amalegt það og það kemur að vísu einn tekjuliður enn hérna sem bara aðra rekstrartekjur upp á 51 miljón króna sem að mestu laun greidd til skel vegna stjórnarsetu og það upp á 46 miljónir og svo restin, það segja hérna þessar 5 miljónir bara skilgreint sem aðrar tekjur svo til að vera nákvæmur þá voru heildartekjur félagsins árið 2024 8 milljarðar og 766 miljónir króna. Herðu, þá það gjöldin það eru 3 útgjaldaliðir, það laun og laun til gjöld og það rekstrarkostnaður fjárfestingafastegna og svo annar rekstrarkostnaður gjöldin eru samtals milljarður og 51 miljón og það stærsti liðurinn laun og launatengt gjöld upp á 708 miljónir og sko hjá skel starfa ekki margir starfsmenn eins og við vorum að ræða hérna áðan meðalfjöldi starfsmanna umreiknaði heilsársstörf voru 6,8 milljarðar nei 6,8 milljarðar voru 6,8 alveg orðin ruglaðar á þessum tölum sko af þessum launum og launatengdu gjöldum fóru ekki nema 379 milljónir í hrein laun til starfsmanna þannig að af í rauninni 708 milljónum eru 379 sem var í hrein laun til starfsmanna restin meðal annars tengt gjaldfærslu á kaupréttarsamningum gjaldfærslu upp á 114 milljónir þar og svo hérna gjaldfært keypt starfsréttindi upp á 60 milljónir veit ekki alveg hvað það en mikilvægast í þessu eru bara þessi laun til starfsmann upp á 379 milljónir og ef ég deili því meðal starfsskildum 6,8 þá sjáum við meðal árslaun upp á 55,7 milljónir rúmlega per starfsmann og ef við deilum þínir á mánuði þá það rúmlega 4,6 í mánaðalun. Það ekki amaleg summa. Ég myndi ekki kvarta. Nei, ég myndi líklegast ekki kvarta og svo náttúrulega auðvitað þekkt verið fréttir kauprétta samninga sem hafa átt sér stað þarna. Já, þess að 55 milljónir ekki á kjart. Nei, 55 milljónir eru árslaunin að meðaltali. Já, en ég held að kaupréttunum sé eitthvað sambarlegt sko. Já. Á einhver x-gengi og jari. Ertu með tekið per starfsmann á þetta? Tekið per starfsmann, já það maður sjá, hvað sagði ég, 8,7 milljarðar í fjárfestingatekju. Það væri svona deila svindl. Þú verður að taka alla starfsmenn, allara samstæðinar. En þú veist, ef við deilum með 6,8, þá þetta tekjur upp á já, 1,3 hjarta tefla. Það með því að hæra sem sé. Ég held að sé bara það að hæsta sem sé til að fara yfir restina af útgjaldaliðum. Þetta náttúrulega ekki há útgjöld í sjálfu sem við tekjur sko, við erum með rekstrarkostnað fjárfestingafasteigna það ekki nema 55 milljónir samt sem áður kemur hérna fram 44 er ég að skýta í hegið. Já. Sorry, það eru bara 44 milljónir, ekki 55, ásækja mig, það eru 44 milljónir í rekstrarkostnað fjárfestingar fastegna og þetta í rauninni það sem kostar að reka útleigu einingar hjá þeim sem þau þínast leigutekjur upp á 229 milljónir. Já, income from real estate. Já,
Þannig að nettó svona eitthvað í kringum 185 eða svo af þessu. Herru, svo annar rekstrarkostnaður á lokum 299 milljónir og þar erum við með hæst aðkeypt lögfræðaðstoð og önnur þjónusta upp á 114 milljónir. Djöfull, ég ætla að giska rauðvínsbeljur og eitthvað. Já, en svo það skrifstofu stjórnarkostnaður 79, allir rauðvinni fari ekki þar undir. Jó. Svo skráningakostnaður og annað tengdu kostnaður 48 milljónir og svona, þetta er engar upphæðir í stóra samhengi. Rauðrar. Og við erum með afskriftir meðal annars inn í þessu sko. Þannig að en gjöld eru samtals 1.051 miljón og rekstrarhagnaður rúmir 7,7 milljarðar. Svo sjáum við fjármagnsgjöld upp á 1.079 milljónir og það er allt bara vaxtakostnaður af lánum hjá þeim. Þetta bara, já, svo sem eðlugu liður að þau eru skuldsett, ekki nóg að okkar með því samt. Nei, mér ekki raun. Þá hefur við bara eftir hagnaðin fyrir skatta voru rúmir 6,6 milljarðar. Svo er merkilegt sko að skattanir eru ekki til frádráttar heldur til álagningar upp á 119 milljónir. Hvað nákvæmlega er að gerast þú veist er ekki alveg viss en þau eru náttúrulega sko þetta er ekki skattskyldur hagnaður í sjálfu sér á verðbréfum sko. Þetta er sem sagt hvað myndi maður segja þú veist þetta er eins og rennibraut í Sundlaug. Þetta er ekki innleystur hagnaður, fattar mig. Þetta er tíðkast hjá fjárfestingafélögum. Svo er náttúrulega verið að afskrifa fasteignir, jável hraðar en skattskild afkoma sko og þú veist þannig að skattalegt, þau skila kannski skattalegu tapi, skilur við. Þannig að þú veist en þau eru þarna svo kemur þetta fram vissulega skattegni færð vegna yfirfærilegs skattalegs taps skattaíviluna og frádráttabæra tímabundina mismuna að því marki sem líklegt er að talið að skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar í framtíðinni sem unnt verður að nýta eignina á móti. Þannig að þar höfum við það. En að lokum allan að hagnaður eftir skatt er hærri en hagnaður fyrir skatt, það er að segja 6.754 milljónir og þetta gerir 18,3% arðsemi á eigin félagsins og að lokum berið hún á rjóman stjórn Skel leggur til 6 milljarð króna arðgreiðslu á árinu 2025 vegna rekstrarárs 2024. Takk fyrir, ekki amalegt það. Svo þar hafið þið það. Þetta er bara Skel í nótskvörn. Já, þetta er rosalegt. Eitt þeir eru með fair asset value á öllum sínum eignum. Já. Meti á 23 krónur á hlut. Já. En Skel er í dag að treyta á 19. Þannig að það er alveg smá upside með hvernig markaðurinn er. Já. Og þeirra eigið verðmat. Held samt að tíðkist hjá svona eignarhaldsfélögum að það sé alltaf smá discount, price to book eins og Pershing Square hjá Bill Ackman og það er einhver fleiri dæmi þar sem að eru kannski þekktar fjárfestingareignir og það er alltaf bara ef hann ætlar eitthvað að fara ef að Skel ætlar að fara að byrja að hreyfa sig í kaldalón þá kannski lækkar það, þú veist, það er eitthvað svona smá buffer en þetta er enga síður, þú veist, fyrir einhvern sem hefur trú þá er allavega smá discount með að við asset value og Já, ég meina, þú veist, Skel og þetta er líka sko, þú veist þetta er bara mjög spennandi vegferð sem er í gangi þarna. Bara svona öllu gríni sleftu sem við höfum verið með Hás og Skel og Peppið og allt þetta skilur. Þetta er bara, þú veist, það er seinni hálfleikur að hefjast hérna, sko. Já. Og ég ætla að vera með í því partíi, sko. Ætlar að kaupa? Já, ég er ekki frá því. Já. Mér líst það vel á þetta. Þú fær kannski smá arð strax tilbaka. Já, er það ekki líka ákveðið tricks? Jú, það er eitthvað svo leiðis. Nei, þetta er ekki fjárfestingaráðgjöf. En þið getið fylgst með verðinu að sjálfsögðu inn á Keldunni sem er samstarfsaðili okkar hérna. Já, búin að reynast okkur fáránlega vel. Okkar raunverulega fyrsti samstarfsaðili. Og Peiti. Já, Peiti. Ég tala alltaf að Peiti hafi verið okkar fyrsti borgandi samstarfsaðili. Já. Og Keldan var svona, það var pjúra samstarf þar sem átti sér stað. Sko. Alveg rétt. Og hérna gera okkur kleift að lesa ársreikninga á skilvirkan hátt. Þannig að ég ætla að nýta þetta slott bara og þakka Keldunni kærlega fyrir samstarfið með okkur. Sama hér. Og þar er sjálfsögðu, það er ótrúlega breyting búin að eiga sér stað á þessum 3 árum frá því við byrjuðum með Keldunni. Núna er það ekki bara ársreikningandir eða þannig, það er komið verðmat og þú ert komið með svo ógeðslega mikið að bara svona góðum upplýsingum undir gagnalitt, það hlutafélag þáttaka og alls konar samanburður og þetta er bara gúllasúpa, góður hráefni fyrir fjármálamarkaðinn.
og við þökkum Keldunni fyrir og Yngvi, þá langum við að spyrja, ertu með Fentimannskvarða í dag? Það var í rauninni bara þetta próstina, þú ótti nú að sjá það sjálfur, ég var með eigin umfjöllun Elísu Guðrúnu sko. Já, það er ég sem átti, það er enda rétt hvernig var þessi Fentimannskvarði aftur hérna? Markaðsvirði deilt á starfsmenn þannig að þú getur tekið það örsnögt. Ég held að við séum að fara að sprengja skalan hérna sko, mig gruna það maður sjá, það hefur nú alltaf farið mér vel að reikna í beinni við erum með markaðsvirði skél upp á, þetta er svona rétt 37 miljardar as we speak núna deilt með 6,8 það eru þetta eru 5,4 miljardar takk fyrir ekki amalegt það Fentimannskvarðin 5,4 miljardar á kjaft það eru ekki hverjum degi sem við sjáum þessu tölu nei, það er held ég helviti gott voru ekki sjávarútvegsfélögin í kringum 400-500 milljónir jú, eða þú veist, það ertu náttúrulega með fleiri tugi starfsmanna, þarna ertu bara með 6,8 það er nú bara þannig þannig við þekkum Fentimans að sömuleiðis kella fyrir þetta er drykkur hvítflippanna þetta er sá drykkur sem þú átt að bjóða upp á í boðum tónikið, softdrinkinir þetta er veglegt stöf Fentimans herðu, viljum við loka þessu hérna á einhvern dramatískan hátt eða ertu með eitthvað svona lokum eða ég veit ekki, þessi Pálsbólga er að fara með mig ég þarf eiginlega að fara að komast bara beint í guðuna þetta er einn af okkar lengstu ásýninga þáttum sko, við fengum ótrúlega fallega kveðju senda ritningarorð frá Otto Marvin sem held ég eins og hann segir ég held að mig segja allra þingsti hlustandi og hann tilgrunnaði sjálfur í hlustun og kílóafjölda og ég held sjálfur rétt þannig að hann á skili sérstætt sjátt hérna að hafa reynst okkur vel í gegnum síðustu 3 ár en hérna, ég skal bara senda það kveðina frá honum þetta er feikilega fallegt svo verðum við með föstaskaffi næsta föstudag og þá ætlum við að fara yfir kveðjur frá okkur við minnum á Dýbit og Pingjan ekki hægt að finna link þar sem er hægt að skila kveðjum við kannski minnum fólk aftur á það í Dýbit og Pingjan fyrir næsta þátt hann segir hérna við erum samankomin til að minnast og kveðja eitt ástkærasta hlaðvarp Íslands Pingjuna en þetta er ekki einungis kveðjustund heldur fögnuður yfir þeim ómetanlegu augnablikum sem við höfum átt saman í gegnum árin Pingjan var ekki bara hlaðvarp hún var lífsförunundur, kennari, samstagsæðli og vinur hún fylgdi okkur í gegnum erfiðar vinnustundir og jafnvel í gegnum heilt háskólanám eins og í mínu tilviki ég man eftir þeim fjölmörgu stundum þegar ég sat við flóknuverkefnum hvort sem það var í starfi mínu eða í náminu að Pingjan hjálpaði mér að skilja efni betur gaf mér dæmi sem ég gat notað í mínu námi jafnvel bullið ytta reyndist með dýrmætt þegar ég notaði það sem innblástur fyrir ritgerð stjórnendur Masayoshi Son Masayoshi Son við tölum hún alltaf sérstök perla sama hver viðmælandin var náðu strákanir alltaf að leiða samtalið og áhuga að vera slóður Pingjan var meir en bara hlaðvarp hún var samfélag maður bara með tárinu í augunum ég skal senda þetta gríðilega falleg orð þetta eru falleg orð, við þökkum Otto kærlega fyrir hlustuna öll þessi ár og öll ykkar hinn sem að hafa hlusta á ásegningu þættina farið inn á Dýbit og Pingjan til að skila slíkri kveðju á okkur fyrir næsta þátt það verður jarðaför Pingjunar næsta föstudag 28. febrúar ég held að við látum þessu loki bara hérna í dag okkar síðasti ásegningur þetta er búið að vera ótrúlegt ferðalag í ásendingunum þetta var ný tegund á markanum myndi einhver segja við fundum okkar nýts og hérna það var farið sko ég líka ekki alveg örugglega yfir 1000 plus klukkutímar í undirbúning fyrir þessa þætti ég þyrfti eiginlega svona að taka það saman meðal svona 8 tímar sinnum við fórum yfir 100 ásendingar sko ég held að við hefum alveg gert það sko og ég hérna í undirbúningum á Elísu Guðrúnu ég hugsaði bara þessa sakna ég ekki nei ég reyndar helvítis pikkið inn í Excel-skjalið ég reyndar átti inn í skjel heilengi þetta var búið að hanga yfir mér bara eins og þrumuský sko. ég vissi að ég þyrfti að gera þetta verst að ég hafi verið veikur á meðan ég gerði það þannig að þetta tók mér sennilega sko, ef svona meðalásendingu tekur 10 tíma þá voru þetta svona 24 þannig að hérna, en ég vona að ég hafa komið sér vel frá mér ég held að sé viðeigandi að enda einmitt á skjel vegna þess að þau hafa svona fyllt okkur alveg bara frá upphafi sko þetta er
Þannig að summerar upp síðustu 3 ár. Elísa Guðrún EHF og Skel. Og allt þar á milli. Kæru hlustendur. Síðasti þáttur, næsta föstudag. Svo það náttúrulega Dýbind og Pingjan. Við sittum ekki einhverja loka kveðið þar. Já, farið inn á Dýbind og Pingjan og skrifið hérna inn í, þetta hérna End of an Era, nei, byrju, það ekki? End of an Era pósturriðin hérna. Já, þetta var svona þessi þáttur. Það var eins og kisturlagning í okkar jarðaför. Já, algjörlega. Og þar höfum við það, frábæra helgi. Já. Og það er það sem allra best. Já, takk fyrir í dag. Takk fyrir okkur. Bless.